Já, gott kvöld og verið velkomin að sæl aftur í ljóslegara deildina. Við erum að fara að horfa á Hyper á móti Þór. Þetta síðasta umferðin sem við fáum áður en við förum í útslattakeppnina afsakið. Í dag verður með mér engin annar en Leo Soku The Baldy. The Baldy. Baldy 2. Ég var að reyna að preppa eitthvað á leiðninga. Hvað get ég sagt? Hvað get ég sagt til að hæpa upp hennar mann? Hæpa upp hennar mann. Ég fara bara beint í Baldy. Það er svo sem maður er þekktu fyrir hann. Ég ætla með við chatið. Maður sér það alveg líka, sko. Já. Ég er að reyna að joina það, sko. Það er bara... Ég er ánægður að koma skafaður í dag. Ég spurði líka í síðustu útsendingu. Ertu að skafa þig? Ég skafa mig alltaf. Já, ég ætlaði að prófa það og ég myndi segja að það hafi verið svona nokkuð successful, sko. Já, ég var bara rosa sætur og flottir strákur. En ég var hræddur við blaðið, sko. Þú notar hníf eða hvað notar þú? Nei, ég rakablað bara. Já, ok. Bara, þetta er eitthvað svo, mér finnst það bara óþælt. Andliti, ég skafa aldrei, sko. Ég nota bara rakvélina, sko. Nei, ég bara skilja vel. Það er sko notaði skáldsjöfrin. Ég held ég myndi ekki þóra að taka akkurat blaðið, sko. En ég meina, það er bara þannig. Einlega til að prófa þetta. En já, það er eins og segi, Hyper á móti Þór í kvöld og Hyper, við erum að tala mjög mikilvægan leik út af því að KPJ unnu í síðustu viku á móti Sögum og þar liti svona gáfu sér náðu 1 af 2 skrefum til þess að komast upp og komast í úrslitakeppnina sem að verður í næstu viku en þeir þurfa að treysta á leikinn í kvöld að Hyper vinni Þór. Það er öfugt. Þetta er sem sagt ef að Hyper vinnur í kvöld þá myndast 4-way tie. Já. Og staðan er þannig hvort það sé ef að það gerist þá er held ég Hyper og Saga með 2 win og sem fyrir innbyrðis þegar það er 4-way tie þá er þetta basically hverjur eru með fleiri wins í þessu 4-way tie. Þannig ef overall, þannig ef 2 liðin eru með 2 win á milli þessara 4 liða þá eru þeir bara automatically inn og sem á milli þeirra liða sem eru bara með 1 win á móti öllum hinum liðunum í þessu 4-way grúpu þeir lenda í innbyrðis sín á milli. Þannig til að í rauninni einfalda þetta fyrir alla sem eru að horfa þá er þetta þannig að ef Hyper vinnur í kvöld þá eru þeir búin að tryggja sig upp og KPJ fer í fallsæti þar sem þeir munu þá spila við lið í fyrstu deild upp á hvort þeir fá að halda sínu sæti í úrvalsdeildinni eða þá að ef Hyper tapar þá er KPJ safe og Hyper þarf þá að spila upp á. Já. Þannig skildi ég þetta bara einfallega eins og þú veist Hyper ef þeir vinna þá eru þeir safe eða þannig og KPJ sem sagt out. Ég skildi bara þannig en þú útskýrir þetta betur einmitt verandi í deildinni líka þekkir þetta betur Já, og þetta er aðeins flóknara heldur en kannski Nei, það búið að vera mikið í húfi allavega í síðustu umferðinni allavega svona í þessum bracket þá er Riðlun segið þá er búið að vera alveg bara svona mikið í húfi í þessum seinustu umferð og þar seinustu eiginlega að því liðin voru öll bara svona í hættu eiginlega öll Já. Og núna eru þú veist Þór og Saga eiginlega búin að tryggja sér það skiptir ekki máli hvað gerist við þá þeir eru inni í útslættinum en þetta er núna þá bara milli Hyper og KPJ. Einmitt og það er einmitt það sem við vissum svona nokkurn veginn að þetta væri milli Hyper og KPJ en það færi í rauninni þessi 2 leiki sem að skipta máli bæði KPJ í síðustu viku móti Sögu sem þeir unnu og tryggði þeim þá 1 af þessum 2 skrefum en þeir eru væntanlega núna að horfa og vonast þess að Hyper taki þessa umferð Þór taki þessa umferð til að halda sér öruggum. Algjörlega, þannig þeir eru væntanlega núna alveg skjálfandi í stólunum sínum að horfa líklegast í kvöld og bara vona innilega að Hyper eru ekki mættir til leiks í dag. Við erum allavega með stöðutöfluna ef það er eitthvað betur sem við getum farið yfir þar og hún lítur svona út. Það er Dusty á toppnum, kemur ekkert á óvart, Vega í öðru sæti. Já, þú þekkir það. Já, kannast við það. Sús koma enn á óvart að hafa þá svona ofalega þeir voru 8. eða 7. sítið og þeir eru bara í 3. sæti. Já. Og bara samfærið í 3, nokkuð einn. Bara og vel verðskulda fyrir þá. Þór svona, skiptir ekki máli eins mikið leikur fyrir þá, náttúrulega hvor megin þeir enda í brakkitinu, jú, auðvitað. Nei, já, akkurat, þetta verður, ég held að þeir séu nokkurn veginn bara búin að tryggja sér 4. sætið no matter what, sko. Ef þeir eru með innbyrðis á Sögu líklegast, en það í rauninni skiptir ekki máli þannig sé. Og svo Saga, náttúrulega með 6 sigra síðan og þeir eru 1 af þessum liðum sem eru með í þessu tiebreaker ef þetta fer þangað. KPJ 6, Hyper, náttúrulega pressan mest á þeim og IA eru... Já, þeir rauninni sjáum bara hér hvað mun gerast. Þannig að ef Hyper vinnur þá fer þeir í 6 líka. Það er með 4 lið og þá byrjar þessi tiebreaker. En náttúrulega ef að Hyper tapar þá eru þeir ennþá bara í 4, þannig þeir eru bara ennþá í sínu fallsæti, hinn liðin náttúrulega bara halda sínu stigum og þá IA náttúrulega eru bara dottnir úr deildinni þegar bara ekkert sem að þeir geta gert til að bjarga sér núna.
Maður sá rosalega góða hluti hjá þeim en þeir bara þurfa bara aðeins meiri tíma til að fína Já, þeir voru alveg að sýna góða svona tilburði í þessari deild. Það var líka reynsluna nú. Já, algjörlega. Ég held að ef að deildin væri rönnu núna aftur, bara back to back, þá myndi þetta ekki líta líklega svona út fyrir þá. Þeir voru svona í lokin fannst mér meira að býta frá sér. Þeir byrjuðu rosalega illa og sen í lokin voru þeir alveg byrjar að taka möpp og gera leikina mjög close. Einmitt, ég tek undir það, mér fannst líka einmitt, ef maður horfði bara á leikina með þeim, þeir byrjuðu svolítið erfitt hjá þeim, en þeir voru svolítið svona í hverjum leik, það tók það tíma að adapta, en þeir gerðu það alltaf. Já. En bara var einhvern veginn alltaf orðið of seint fyrir þá til að ná viðregninni og við kannski bara fáum liðin eins og við erum að tala um, það Hyper á móti Þór, hvernig við getum fengið line-upin, þá rennum við þau, hvort að þau séu allir séu á server hjá þeim. Mér sýnist það hérna, Dr. Kiro, Snowy, Drjóli, Súk og Inso. Já. Þetta bara rétt line-up og já. Þetta náttúrulega, þú veist, leikurinn var náttúrulega frestaður út af, hvort það hafi verið út af Snowy og Kiro. Veit allavega Snowy og held að hafa verið Kiro líka því þeir voru í útlöndum. Já. Og eru sem sagt búin að vera þá væntanlega út í eitthvað tíma out of practice líklega. Þannig að spurning hversu mikið þeir hafa náða að, þú veist, æfa fyrir hennar leik. Þetta mikilvægi leikur, hvort að þeir eru að koma alveg kaldir inn frá útlöndum, ekkert búin að prakka neitt á meðan Þór, svo sem skiptir minna máli kannski. Minna máli. Ég meina Þór fer náttúrulega upp í 8 stig væntanlega ef þeir vinna þennan leik. Jú. Þannig þá eru þeir komnir nær Sús búin að tryggja sér þá allavega 4. sæti. Mér minnir að Sús með innbyrðis á þá. Já. Ef ég man rétt, en ég þyrfti eiginlega bara, ekki, þú veist, don't believe me. Ég man það ekki. Það er búin að vera rosalega mikið að result sem hafa farið fram og tilbaka, þannig er svolítið erfitt að muna nákvæmlega hverjir tóku hvert, sko. En það breytir samt hvor megin Þór, ég minna þessi leikur hefur áhrif hvor megin þeir enda í bracketinu líka. Já, þeir tryggja sér þá allavega í það minnsta 4. sætið. Já. Og þannig að það er allavega eitthvað. Og hitt line-upið Þór, ég talaði við Árna hérna eftir útsendingu í síðustu viku og hann sagði, ég var að nefna einmitt þennan leik, mikilvæga leikur, og hann sagði bara hreint út sagt, já við vinnum það bara. Þú veist bara, þetta væri bara létt fyrir þá. Hann sagði það með svona confidence, en ég sko, þegar ég horfa á Counter-Strike bara yfir höfuð og sérstaklega við erum að horfa á úrvalsdeildina, ég held að það sé of stórt að segja svona, en hann hljómaði mjög öruggur að þeir myndi bara vinna. Ég held ég skil hvaðan þetta confidence er að koma að því þeir tóku hérna sirpu rétt áður en þeir áttu vikaleikin, hvort það verið viku fyrir, að þeir vissu hversu mikilvægt næstu vinn voru. Þar sem að þeir voru að æfa. Þeir voru að prakka og þegar þeir komu á móti veka þá voru þeir bara með executes allstaðar. Þeir voru greinilega búnir að fínpússa svolítið sinn leikstíl og komu töluvert undirbúnari til leiks og ég held að þetta sé ekki að fara að vera endalega sama Þórlið og við erum búin að sjá í byrjun season. Já, í byrjun season segi ég. Við sjáum allavega hvort að þeir séu með heilt line-upið sitt í kvöld. Við fáum kannski Þór line-upið leið og við getum það og séu hvort að það líti eins út. Það er enginn sem vantar þarna. Þetta er Bjarni, Blaster, Stjáni, Mozart og Lefluff. Blaster er þarna inni. Hann er fínasti frakkar, sko. Já, er Blaster inni? Hann er allavega í line-upinu nú. Já, ég meina það. Mér minnir hann hafi ekki verið alveg í byrjun season, sko. Hann er að Ég hef séð leikið með honum á. Já, hann er búin að taka nokkra. Mér minnir hann hafi ekki tekið á alla samt, sko, en það er rosalega mikill munur fyrir Þór að vera með Blaster þarna inn á, sko. Hann er, þú veist, lunginn spilari, mikla reynslu hefur spilað náttúrulega heilengi og er bara gott firepower fyrir þetta lið og sem er bara eiginlega það sem þeir vantaði. Þetta var oft svona Mozart og kannski Fluffarinn að leiða í fröggum þannig. En Blaster er ekkert síðri, sko. Hann er svona leikmaður sem getur farið mjög ofalega. Ég hef séð að heyrði þá lýsingu hvort að hafa með þess að veri bara frá Árna Lefluff að hann væri svolítið svona, nú er ég að segja að hann minni mig á varginn, sko, en það hann geti tekið, sko, ef hann er on þá er hann bara on. Já, alveg 100%. Hann er svolítið hann er leikmaður, sko. Ef hann er on þá getur hann alveg gjörsamlega gert leikinn mjög erfiðan fyrir þá sem hann er að spila á móti. Bjarni náttúrulega bara veteran þegar kemur að vera in-game leader og bara búin að gera það með svo mörgum line-upum. Kann leikinn, kann utilið, þú veist, skilur flæðið og allt þetta bara mjög vel. Við sjáum hann ekkit endilega vera eitthvað fragga mjög mikið nýlega. Þetta er ekkit, minni reynslu er þetta ekki sami quote-on-quote Bjarni og var í Dusty line-upinu, en ég held ég ekki með náttúrulega sama drif og hann var með þá. Hann er búin að taka svona,
til ég að spila þetta season og síðan hættir hann í ár og búin að vera meira svona á flakkinu skilur en hann svona lengsta sem hann búin að halda sér allavega í síðastliðin ár allavega. Hann svakalegur að tefla og þú getur henni leikja án þess að drepa alla. Nei, algjörlega, ég menna ef hann stýra liðinu rétt og með call-in og play-in og utilið í lagi þá náttúrulega bara, þetta bara svolítið eins og Carrigan skilur, þú veist. Já, einmitt hann bara. Hann endilega að toppa þarna á skorbortinu en ef hann að toppa þá eitthvað annað að. Já. Já, það má alveg fara rauk fyrir því. Stjáni, Mozart og Leflöf og eins og segir Leflöf bara rock solid og Mozart. Já. En já, ég held að við getum bara bráðum fara í vító en áður en við gerum það, þá nýr Red Bull á markaði og við erum með hann hérna núna til að prófa hann. Þetta The Spring Edition. Varstu búin að skoða hann eitthvað? Kirsuberja og Sakura. Eina sem ég hugsaði var Sakura bragð. Þetta eru þessi bleiku blóma frá Japan og ég hugsaði bara hvernig býrðu til drikk út af því. En ég meina, we can try. Já, það bara einlega til að prófa og ég meina, svo annað, ég meina, þú ert að reyna að fara til útlandaskilur, vant að fluga eitthvað svoleiðis, hefur ekki efnaði, þá vill svo til að Red Bull veiti að vangi, þannig að þú getur bara komið þannig. Það til hvers að borga flug þegar þú getur bara, já, þetta miklu ódýrara. Það ekki. Þetta búinn. Tilbúinn, smakum það, honest reaction. Nei, þetta er næs. Hann er miklu mildar en hinni drikkinir. Það var alveg svona, já, akkurat það. En það ekki, hann er svona minna carbonated, ég hugsa að það sé. Já, ég ætla að segja, ég veit ekki hvað bara þetta það útskýrið að það eitthvað blómanna, ég hef aldrei smakkað á því. Blóm frá Japan, ég gerir ráð fyrir því og það verður ekki verið mikið að jafna þessum blómum, sko. En hann er góður, sko, ég mæli með að prófa þennan, sko, þetta er bara mjög solid, það er bara... Sigurlaus líka. Já, ég er bara góð 7-10, þetta er bara 7-5 er þessa. 7-5? Já. Ég ætla að segja 8. Af öllum Red Bull sem ég hef smakkað, þá finnst mér hann vera solid. Ef hann er sigurlaus líka, þá ok, þá erum við ofar. Hann er eiginlega arguably betri finnst mér en original sigurlausi. Original sigurlausi? Já. Það er líka bara, þú veist, kannski bara maður er búin að smakka þá svo lengi, sko, ég veit ekki hvort það sé bara það, en... Ég náttúrulega drekk alveg ágætlega mikið af þeim, en það gæti líka verið, ég gæti verið bara komið leið að því, ég drekk mikið af þeim á sínum tíma, þannig að þetta er svona spices up the taste. Ég kaupi þennan aftur, sko, það var þessi og svo var Summer Edition í fyrra, með að sá líka geggjaður, sko, koma óvart, og kannski hefur ekki smakkað hann. Ég man það ekki. Hann er eitthvað stað til hérna bak. Mér finnst þeir vera basically bara að henda út nýju bragði á hverju mánuði, sko. En þeir hafa ekkert verið að gera það áður, það er nefnilega það. Það er eitthvað sem að mér finnst geggja að þeir séu að joina þetta að vera einmitt með fleiri valmöguleika. Algjörlega, ég meina það er ekkert annað hægt en að respekta það bara. Respekt á það og respekt á vítóið. Þetta verður sennilega bandöst, eða ekki? Það er að fyrsta sem er dettur í hug. Þór eru... Það er ekki líklegt að núk verður allavega inni. Ég held það. Ég skoði eitthvað gróflega yfir og ef ég man rétt að sko Þór hafa verið að banna mér aðeins. Er það ekki permabann hjá þeim? Jú, ætla þetta verði ekki núk overpass kannski. Það bæði séu svona ágætlega comfortable í overpass en það er ekki ólíklegt að annarkvort liður að sé eitthvað fara að banna það sérstaklega. Þannig að, já, ég myndi halda að núk overpass verður 100% inni og örugglega Anubis? Þór eru hrifnir af Anubis, sko. Ég bara er ekki átta mikið álega á hversu hrifnir Hyper eru af Anubis-mappinu. Ég held að, sko, Hyper þegar ég horfði yfir möppinspilið þá syndist mér Hyper vera með miklu dreifðara svona vídeó overall. Það var ekki eitthvað svona endilega perma-pick og perma-bann hjá þeim. En já, það er bannað Inferno. Já, það var perma-bannið hjá Þór. Já. Alveg rétt. Ok, þá erum við líklegast að fara að sjá eins og ég segi, þetta er að fara að vera þá núk og overpass, mér þykir það bara langlíklegast í stöðunni. Banna Miras, banna Inferno, Anubis, núk, geggju 2 með upp til að byrja með. Já, núk, Þóra pikka núk er bara solid pick líka. Svona já, reyndar Þór er með flóterinn, þeir eru með stjórnina á hvaða mapp þetta endar í, þannig að kannski eru þeir líklegir til að vilja ekki endilega fyrir í overpass, en þeir eru alveg solid í overpass. Ég var alveg til að sjá overpass sem third, sko. Ég held að það sé líklega, sko, en hvað er ákveð að gera, hvort er alltaf eitthvað counterpicka í Hyper, þeir vita að Hyper elska overpass, sko. Já. Overpass it is. Tóla þetta bara like it is. Like it is. Þetta eru lítrikustu möppin. Já, þetta er, hvað erum við ekki búin að sjá núna? Við erum ekki búin að sjá mikið af Inferno allavega. Nei, það var í eitt skiptið sem að Saga pikkuð og það var svolítið surprising. Já. En það var eina skiptið sem ég sá eitthvað... Er líka nýja breytingar í Inferno, varst búin að sjá þær? Í Inferno? Já. Nei, hvernig kom það?
Jep. Það var að vera að breyta, held ég bara, það var gæra fyrir þetta. Já, ok. Það basically svalirnar og mannskvæðina þær voru. Þú lappar út og þú lendir bara á grindverkinu og fer síðan upp á svona þak í rauninni í kjölfarið. Það basically búið að taka þak í burt og gera svalirnar eins og þær voru, þar sem þú lappar út í ell. Svalirnar Já, grindin líka alla leið. Og graveyardið var tekið út. Það ekkert graveyard lengur. Núna þetta bara eins og var í hvort það hafi verið Source allavega eða í einhverjum leik sem þetta var basically bara lokað af upp í graveyardið. Það komið aftur sem sagt. Þetta eru góðar breytingar. Fyrir Terran, já. Þetta klálega því við erum að tala að hús komast þaðan út var bara eiginlega orðið ómögulegt. Það bara ekki hægt. Þú ert alltaf að fara að missa lágmarki 1, ef ekki 2. Og það miðað við að þú ert, ef þú ert ekki með mix control þá ertu að fara að missa alla, sko. Eða fattur þið, þannig að þetta svolítið erfið stað til að vinna með og það bara þetta eru jákvæðar breytingar. Já, ég alveg sammála því, sérstaklega bara að því að sko áður fyrir þá þurftir, þetta getur þýtt að þú þurfir ekkert endilega að treysta eins mikið á það að taka banana í byrjun upp á að geta haft what if að við förum B. Já. En núna getur rauninni verið meira með þessi hröðu executes. Já, þetta gefur svona aðeins meira options upp á líka Inferno svona alræmt leiðilegt mapp stundum að taka. Bara það getur verið alveg hræðilegt að vera terroristundum og lendir okkur vegg og ef það líka bara búið að taka húsið út úr því equation þá hefur bara 2 staðir til að fara á. Já. Það bara gegnum miðjuna og banana, skilur við, og það verður mjög þreytt, mjög hratt, sko. Já, en við þurfum allavega ekki að horfa á Inferno, það hefði þá verið komin breytingin inn, en hún verður vantilega komin inn fyrir úrslitakeppnina. Við gerum ráð fyrir að þetta verður tekið allavega einu sinni viðbútt. En við förum í annað mapp til að byrja með sem líka með nýjustu breytingar á eftir þá Inferno, og það einmitt þarna miðjuglugginn sem maður er búin að sjá, kassin á A og þetta, ég meina, Anubis, sko, maður er ekki búin að sjá allt of mikið af því heldur, ég held að við höfum séð hvaða lið var það sem pikkaði það fyrst. Við erum alveg búin að sjá Anubis, sko. Ég veit ekki hvort það sé endilega í útsendingu per se, en við erum að sjá fullt af liðum spila þetta. Já. Ég held að Vegas er búin að spila það örugglega alla leikina nánast frá því að það var tekið inn. Jú. Og KPJ eitt skiptið. Já, og hann að Saga hefur eitthvað held ég verið að spila þetta líka. Ég held að þetta sé alveg búið að vera inni, sko. Allavega, þá fáum við eitt kort í viðbót. Það er Þór á T-hliðinni, Hyper, CS, CT megin, 2 splittaðir hérna á A og Heavy A meginu, svolítið svona skilja miðjuna eftir eins og er að búast í einhverju hröðu execute hjá Þór en ekkert gerist á fyrstu 15 sekundum, þannig að núna sjáum við Snowy svona halla sér aftur í áttina miðjunni en þeir ætla að spila svolítið bara 3 og 2 inn á sætunum. Smoker út á miðjuna hérna, lokar fyrir Faró. Snowy verður fyrsta kontaktið, spottaður og keiraður hérna, hann nær 1, nær 2. Það er ekki að neita plastir sem að tekur hérna loksins treytið af honum og þá splitta þær inn í A-mainið og gullfallet execute hérna koma 2 eða splitta og byrja á miðjunni. Svo komur í baki hérna þeir eru 2 að halda honum, hann er ekki að fara að búast við Stjána held ég í hotninu, hann er að jiggla, nei, hann selur beitið fyrir hann og Stjáni er þá bara með þetta. Á öllum líkindum alltaf. Á öllum líkindum. Það sá flikka. Já, það var svona smá panik. 2 erfitt retake hérna fyrir það núna, koma báðar sama stað, Kiro nær 1. Stjáni er honum hérna drjóla út og núna er þetta alltaf Kiro sem nær 1. Ok. Hann er með smoke. Hann er með kit. Ég er ekki á móti. Fyrsta kúla, já. Ángriðs, hefði hann farið í hnífinn þá hefði þetta verið mögulega bara gullfallegt F hjá honum. Já. Ég held það. Hann var 77 HP, hann hefði aldrei náðum á fyrsta slæsi. En já, getur þakka fyrir það, hann hitti fyrstu kúlu beint í höfuðið. Þetta er það sem maður vil sjá þegar þessi smókur kemur út, bara hitta í fyrsta skotinu. Já. Ég fæ alltaf pressu bara svona, ég reyni áður en að ég byrja að spamma, var bomban ekki pottið þarna megin. Já, akkurat. Þetta er svo vandralegt þegar þú farin að spreyja og ekkert gerist, sko. En Mollar hérna framalega hleypaði hann ekki út. Þeir eru 4 miðjunni, setja upp í stakk hérna. Mosas mun mæta þessu. Þetta er beint í andlitið, sko. Það er 1. Spreyðaður út. Þeir eru ekki að ná að tengja hérna Hyper og þetta niður 3 og þá var þetta bara Snowy hérna með Galil. Reyna að gera eitthvað skada ef hann getur. Í aðtættasbólunu sínum. Sem hjálpar honum ekki þetta skipti. Nei, það er þetta verið Nike-ból maður. Já, þetta er 2-0, Þór
byrjar vel. Þessar pislur þarna á miðinni, mér fannst þeir sko, það var svona eins og þeir hefði vilja fá þá lengra í sig áður en þetta gerðist, en hann næri... Ég held þeir hafa ekki verið að búa stuðum svona snemma nefnilega. Þeir voru einhvern veginn svona ennþá að fikra sig einhvern veginn svona að koma sér fyrir eitthvað og sem bara fellaðir tvo leið. Já. Það var þetta svona hrínur þetta eða allt. Lúka eins og gott setup, kannski virkar að setna í leiknum hvort það er skúlið það aftur eða ekki, eða þeir þurfa það, en það var allavega fyrsta gunnratið og Bjarni enn eftir á mökkunni, en annars er þetta bara nokkuð heilbrigt kaup ekki að megin. Komin mjög framalega hérna, búin að fá mjög mikið space, sem ég syns hann aðalega vera bara að reyna að selja núna. Þeir eru að halda miðjunni síðan tveir hérna, bæði Stjáni og Mozart, en ekkert að gerast þar. Nei, þetta er bara hægt ránd. Svolítið verið að reyna að finna út hvort að Hyper ætla að selja sig ódýrt sýnist mér, sem þeir eru ekki að gera. Og eru ekki þannig lið líka. Nei. Hyper er rosalega mikið svona bunkerar niður og þú þarf svolítið að veiða það út. Og það getur oft verið mjög erfitt að spila á móti þannig. Ef þú ert ekki með rétta utilið. Ég meina þeir eru allavega búin að ná að brenna hluta af tímanum og núna þurfa þeir að fara hérna í gír og hann reyndar spottar hann, jú hann spottar hann, heyrir þetta allavega núna og kemur sér í betri stöðu. Ó, það er komið að næra hann tveimur næstu því. Kíró hins vegar nær treytinu. Þetta er að fara að vera samlokaðar þarna sem hann, já. Og þá kemur ítækið, eiginlega bara déjà vu á fyrsta rándinu. Já, erfitt að komast í þetta en þeir eru hérna með smá leið inn. Bjarni er svolítið bara að spila og eiga þessa stöðu með að blasta. Sveikir hann út hins vegar, þeir eru tveir hérna á Bjarna og hann er tekinn líka. Wow. Flott retake hjá Hyper, ná öllum, missa engan. Staðan 2-1 og bara mjög sannfærandi retake. Já, eiginlega bara, og líka svolítið sko, þeir fara ekki í slægin. Það er eins og þeir hafi lesið að Þór myndi koma í sig. Allavega eftir að spotta Bjarna þannig að þá setja þeir svolítið bara og bíða eftir að Blaster kemur í sig. Já. Þar og eftir slingshota þeir bara eftir að fá fyrsta killið og það bara virkar perfekt fyrir á. Bjarnin er ekki að stökkva niður því að maðurinn er komin úr kameru og heldur honum. Þannig að þeir ná að taka hérna fyrsta rándi sittið mitt og með mjög gott kaup núna. Ekki svo gott Þór mein en þeir kaupa alveg niður. Erum við að sjá, nei? Nei. Við ætlum að vera pása að koma. Já, mér fannst eitthvað frístamið var bara eitthvað alltaf stutt. Ekki svo snemmileg. Þeir eru mjög hrifnir af þessu bústi inn á miðin. Það er bara, þeir eru ekki að fá Hyper í þetta. Nei, akkurat. Ég held að þetta muni vera svolítið svona þangað til að Þór átta sig á hvað er í gangi að eyða ekki allt of miklum tíma í þessi neutrals að því Hyper er eiginlega bara að gefa þau. Kíró búinn að sitja þessu stöðu á hans. Hann er með akkurat Blaster opnar hérna. Tappar bara vonar að Kíró labbi í línuna sem hann gerir og virkar mjög vel fyrir þá. Nú er hættan á A-inu en ennþá eru þeir ætla ég að setja þeir þarna, en þetta er bara einn. Það er eins og einn. Vel gert hjá Snúi hérna. Já, allt henni snýst þetta allt í henni bara við. Þetta var að fara að líta fyrir eitthvað hættulega út og síðan tekur Hyper bara 3 hérna. Labbaði bara inn á Inso er eiginlega bara svolítið að spila svona retake. Já, spila info og taka retake saman sem er bara held ég að besta í stöðunni ef hann fellur hérna, þá verður þetta aðeins erfiðara ránd. Þannig að mér líst mjög vel á hvernig Hyper er að gera þetta og líka Þór þarf að klíra, þeir vita að það á að vera eitthvað á A-inu og það er bara spurningin, hvar er hann? Fara bara allaveg, vá. Það er eins og þeir trú ekki virðingunni sem þeir hafi verið að fá hérna frá Hyper. Nei, akkurat. Yfir á digluna, áhugaverð. Þetta er sérglít. Þeir eru bara svo rólegir á Hyper, þetta er bara svínvirkar. Þetta er nánast ómöguleg leið fyrir Stjána hérna, nær einum en allt og lár og allt og margir eftir hjá Hyper. Þeir eru búin að jafna þetta núna og senda Þór í spar. Já, ég veit ekki hvort hann hafi haldið að Stjáni hafi verið að passa bakið hans. En náttúrulega var eiginlega mjög erfitt fyrir hann að gera það þar. Eða bara gambling, kannski. Gambling? Já, vona hann komið þarna uppi fyrst. En peningurinn núna ekki góður hjá Þór, staðan 2-2. Sjáum tekkunar kom út. Það verður eitthvað hratt hjá þeim núna, sennilega. Já, manni finnst þetta einhvern veginn alltaf enda í vatninu í gegnum konni eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru eiginlega bara svona 2
Eða hvað, fara í vatni, fara hérna á middina, ætlaðu að droppa eða ætlaðu bara að keyra hérna út? Þeir eru kannski búin að fatta það að þeir fá rosalega mikla virðingu hérna. Kiro bara að halda alla leið aftast hérna og það gefið þeim svo mikið leið hingað inn. Og eins og hérna, heyran í þeim og þetta svínvirkar, hlaupa inn á þessu, allir fjórir hérna, þetta allt á eins og getur ekki gert neitt. Þeir eru komnir með A-sæti, búin að taka þetta af Hyper með ekkert nema tekkur, diglu og bara pislur. Já, þetta nefnilega akkurat hættan við að spila þetta svona á low info, ef þú kallar þetta. Þeir eru að spila low info og þú veist, hann gerir þetta vel, hann fær infóð þarna djúpt inn í miðjunni en áttar sig ekkert á að hinn eru svona að högga vegginn alveg close, sko. Þannig að í rauninni bara mjög vel spila hjá Þór í þessu rándi og tryggja sér hérna þriðja rándi sitt. Snúið og Dróli hafa eiginlega bara ekkert í stöðunum en að spara og það spurning hvort að við sjáum þá reyna að fara framar eða hvort það verður kannski aðeins aggressífari seinna í leik en annars þetta að virka fyrir þá ef að Þór sýnir þeim ómikla virðingu. Þarna voru þeir bara með leiðina fyrir fram að sig og þurftu ekki að fara. Nei, líka þú veist að Ígor rándi að koma, þetta svona eitt af þeim fáu rándum þar sem þú getur verið svona aðeins meira á infóinu ef þú vilt til að lenda ekki akkurat í þessari stöðu en svo sem held ég bara að Hyper eru bara með sitt set default sem að þeir fylgja bara hvort sem það bæránd eða Ígó en ég brenna sér bara smá á því núna það var líklega lært sína leksíu en Vilgaut núna hjá Þór kjölfarið af þessu randi og Kiro bara mjög framalega hérna sækja info og komni með allt vatn. Þetta svona nýja metan, það sem að smóka þarna í stígan og bara pussa það í gegnum gluggan út. Það sé mjög mörg lið gera þetta, það gefur líka svo mikið info. Algjörlega. Commitment en þeir gefa enda miðuna en þeir hafa ekkert annað svæði þannig að þetta svolítið lesa þessu allir á miðjunni. Að vinna þessa fæta þarna. Komin í gang kallinn og að gera góða hluti hérna og þetta skiptir splittaður á B-ið afsakið og þetta að virka. Snói fyrst enga við þessu, stekkur í hann. Já, hann hefur líklega ekkert haft margar kosta völ hinn í ég meina haldunum. Þannig að þeir mega fá vatnið en þeir að taka hinn svæðin. Þetta náttúrulega veikleikinn við þetta play sem að Kiro tekur. Eða þú veist, þar sem þú droppar í vatnið og fer niður en þá ertu búin að senda 2 leikmenn í þetta play, skilurðu, og það einn inn á A-inu og hinn verða að vera á B, eiginlega, og þá ef Þór veit að þeir geta bara, það er middin weak, ef þeir sjá þetta play koma út, þá í rauninni það besta sem þú getur gert að fara gegnum miðina, því það verður ykkur að vera bönkar á B-inu og þá ekkert allt og margir til að taka móti í midd. Svolítið skrítið að hafi kosið þetta play líka ofan á það að Þór búin að vera að fara mikið á miðin. Þetta í rauninni, sko, playið mjög gott hjá Hyper, en það bara, Þór bara counterstraffa það og voru hraðir að því líka, þeir voru ekki lengi að fara bara í það move. Þetta skipti hallast þeir að B-inu og það bara beint frá executinu, ekkert nema pislur til að taka móti þeim og eru þeir 4 á miðinni. Þór bara að spila utan Hyper núna. Mozart kemur hérna, spottar eina mannin í vatni og tryggir það, þannig að hinir 3 hljóta verið ekki starf leiðinni í svona hóp. Spottaður hérna núna Blastir, búinn að finna þá alla og klárar þá alla. Gullfallegt committar í sprayið, sækir síðan síðasta hausinn. 5 ránd fyrir Þór. Þetta fara að líta mjög vel út fyrir Þór. Þetta er búin að vera mjög samfærandi síðustu 3 rándin. Þannig að núna bara spurning hvort að Hyper nái að bara dig deep í rauninni. Já. Þetta mig grunar svolítið að ef þeir missi þetta ránd að þetta gæti fljótlega að byrja að fara í vaskinn hjá þeim, sko. Hvort þeir þurfa að breyta ykkur eða fara bara aftur í það sem að var að virka fyrir þá út af því að sko, nú eru þið búinir að testa miðina, þeir voru alveg að ná að gera fína hluti á miðinni, en heyri henni í gegn Stjáni og þetta eins og alltaf hann að fara í gegn, sýnist það, nær ekki gilinu, eins og tekur hann. Þetta var sala til að byrja með. Þetta hefði, þú veist, hugmyndir ekki slæm, en hefði verið gegn að vera með blast með sér, aðeins dýbra og hann hefði getað svingað út í gegn, en þeir eru sáttir með að fá sæt yfir höfuð og það B-ið hérna. B-ið fellur og núna kemur retakið hjá Hyper inn. Djúpusmókur hérna, þeir munu væntanlega að reyna þetta. Já, svona aðeins smá misefnaður, gata þarna á hliðinni sem hentar fyrir Kiro þegar þeir kann lappa með fram honum út. Og þeir klíra hann, Mozart
gerir vel í hana, tekur eins og Mikilvægt kill. Þannig að núna er þeir farið bara í sveifið út af þessu, nei, ná einum. Það er að reyna á þetta, mollin, eiginlega, já, akkurat. Og nýta aðeins báðum. Annar molli. Hittu, hann kemst fram, já. Bjarni dýpra en hann bjóst við og það endar sem 7. rándi fyrir Þór. Gerðu vel en fengu info að síðustu 2 mennir voru þarna leið og missa mannin í, já, Insó í vatninu sem var svolítið mikilvægt kill fyrir þá, þannig að þeir gátu hætt að pæla í því. Þeir eru núna í spari og hvort þeir hafi eitthvað sett stratt við sáum það hópa sér mjög mikið saman og gera eitthvað svona, já, ég kalli þetta ennþá í dag astralistratt, bara stilla sig eitthvað saman, sko. Þó að það hafi kannski ekki verið nákvæmlega það, en bara vera saman að geta treyta hvort annað. Það er ekki með betri byssur í þessu. En þeir eru bara nokkuð dreifðir á mappinu, fara 3 reyndar þetta út á æð í þetta skipti. Það gæti komið Þór á óvart, en mollin er ennþá svona smá öryggi. Ég held að drjóðlega hafi síðan krossað það. Ói! Þetta er náttúrulega bara þá aftur. Hann er með 1 í líf, dinkaði 2 sverð gegnum hurðina. Jæja, 3 kúlur í höfuði. Þetta er pirrandi. Já, þetta er súrtalent í svona. Já, akkurat. Mér finnst líka eins og þegar þú fær skot á móti með pistol þá þýðir við hittum og sprayina Bjarna ekki eins gott á blasters en Snowy og Kiro kannum með sikkert frakki. Allt í einu orðið 3-3. Ok. Þeir eru komin í fara og smókur kemur út Snowy að taka móti, hann þarf að vera risastór hér. Nær einum. Tekur eitthvað skaða á blaster líka, gerir þetta alveg doable. Þeir eru allavega að kanna þetta. Eitt að koma í B-main, en hvort þeir búast líklegast ekki við honum ef Insó er að draga aðtiklina. Stjáni sleppir anglinu á besta tíma, Insó lappar akkurat inn núna en þeir... Hann er að fara að hugga hann á smók, sýnist mér. Eiga að geta lesið þetta spottaðir hérna að vita núna að báðum og þetta er bara sigur fyrir þá. Insó og Kiro koma hérna og klára þetta. Geggja ránd hjá Hyper. Þetta leit illa út fyrir þá, 3 sem að falla en... Já, þetta var 3v5 þarna á tímapunkti og þeir ná að snúa sig við, gera vel hérna. Pistol ofan á það, þannig að Snowy heppinn að ná einum og það eiginlega svolítið svona gaf leifið á að þeir gátu reynt á þetta. Já, líka gott að Kiro hafi komið hann í gegnum B-mainið. Það er alltaf mjög vont að, þú veist, þeir reyndar klíruðu Pharaoh fyrst, skilur, en þeir eru samt svona að þeir voru komin í þessa stöðu þar sem voru inni á B-inu og þú veist ekki hvort þeir eru að koma úr Pharaoh, CT, Main eða Electric. Þú ert að horfa í allar áttir og þú ert þá aldrei með að nógu fókus í neitt fight. Akkurat og já, það er einmitt Þór hefur bara ákveðið marg POVs til að geta stilt sér upp fyrir því. Þeir eru komnir aðeins framan út á myndina. Já, aðeins farnir að sína smá ræðir á móti hérna og það er að skila sér hingað til en eiga eftir að taka gun round á móti Þór. Þannig að sjáum hvort að það breytist aðeins, virðast vera svona aðeins þéttari, fara aðeins aftur tilbaka núna, Stjáni, Bjarni heldur bara áfram að labba inn og... Tekur skaða á honum en eins og náttúrulega... Næra finnum vel gert hjá Kiro hérna, næri einhvern veginn að bjarga aðsætinu. Mikilvægt 2 kill. Já, þetta var alveg frábært. Og líka bara svona óheppileg tímasetting hjá Insó akkurat, hann er að jiggla og hann jiggla fyrir og hann komin út, sko. Já, reyna þær á B-ið þar sem að, já, ég meina... Engin nálægt á B-inu og ætla vist bara að vera frítt plant fyrir Þór hérna. Sýnist þeir ekki alveg vera að trúa því. Góða móli, hægja á plantinu, gefið tíma fyrir rotate að koma inn. Gott pikk henni á Snowy. Slakur bara og núna... Ætlar Mozart í þessa línu. Sýnist hann ætla bara að fara í eitthvað pikk hérna. Flott. Hanna, bara geggjað. Mozart hérna, smá honleysur í stöðu hann á vappi, 4. Ekki mikið að gera þar. Hyper tryggir sér hérna 4. rándið sitt og fara að líta töluvert betur út. Þeir náðu akkurat að snúa þessu við á bara krítiskum punkti. Þetta er bara út af því að Kiro hleypur í gegnum smókin á alveg bara síðustu sekundu og nær þessum þar sem að þeir hafa eftir. Kiro er að vera mjög stór í þessum leik hinga til. 11 frökk á honum, efstur fyrir Hyper. Það er ekki líka elstur í Hyper, þegar maður rétt. Ég held að hann sé eitthvað 37-38 eða. Ég þarf ekki að fullera en ég held ég hafi heyrt þetta áður. Hver segir að maður getur ekki spila síðan svona gátt.
Nákvæmlega. Og ef það verður illt í bakinu þá bara verður það sjálfur. Snowy, tekur Bjarna. Núna held ég, nei. Svo gerfir þarna. Já, svona kannski glemdi sér smá í gleðinni. Ætti að spotta bombuna allavega, þannig að það eitthvað info sem að Hyper hefur fyrir sig. Það svona rosa dangerous staðir til að hlaupa fram í á þess að kíkja, sko. Þetta það sem terratin koma niður. Svona oftar en ekki, sko. Þeir eru svona þokkalega dreifðir. Núna drjólið svolítið framalega hérna í Electric en kýs að fara ekki lengra inn. Sýnist alltaf að labba hérna í eins og aftur. Sama teimið og áðan, Stjáni og Blaster eins og með svöru núna. Leflöf leit á miðjunni, reyna að taka rótið eða klemma saman. Kíró hérna inn á eins og bara færi sig eitthvað annað. Hann með miðjuna. Spottaði fær Nei, ekki killinu. Vá, Stjáni hitti þessu. Þeir hérna mjög low frá Þór og núna ætlaði þessi ekki bara safe. Hann ekki með peningin. Nei, akkurat. 4-7 fyrir Þór og lítur allt út fyrir að þeir muni bara halda því áfram. Þeir líta betur út hérna ef maður horfir yfir allt borðið og minna bara bókstælega segir skorið. Þetta mapp hefur nú yfirleitt verið mjög tersætið alla fyrir breytingar, sko. Ég veit ekki hvernig þetta búið að etja út eftir breytingarnar. Ég held að það sé svona aðeins minna kannski, en ég held að þetta ætti ennþá að vera frekar T-sided mapp. Já, mér finnst eins og sko niðurstöðnar hafa lítið breyst. Svona þegar maður horfir á bara endaleiksins að það sé ekkert í rauninni einmitt minna T-sided eða neitt svoleiðis. En þó svo að mappið sé búið að gjörbreytast eins og finnur opnir hérna. Já, það þarna kúlu í gegn. Maður hérna á miðjunni, ekkert að gera þar, ætlaði að bústa upp í miðjuna. Bústa Mozart hérna, hann bara að halda línu en kann að meta það. Kíró gæti alveg labbað í þetta en hann samt framalega Blaster, hann að fara að labbið í þetta, sko. Nei, komið fram hjá honum. Það er bara komin í baki hans. Ennþá með þessa línu en mér sýnist þeir hafa bara bústað honum upp núna, ef það ekki rétt um mér. Þannig að allavega, já, komin hérna út á miðjuna. Þetta rauninni þrísvar sem að Kíró að brenna sig hann á miðjunni af því hann ofrættur að taka angulinn. Já, við skafið. Hann þorði ekki að kíkja miðjuna og síðan allt í einu í gæðin bara labba miðjuna, labba í bakveðan og hann bara lendi í þessu tvísvar núna. Ætti að vera öruggari með að við það að hann að skila flestum frökkum og hittast. Algjörlega. Súk getur ennþá bjargað þessu nokkurn veginn, kemur þeim yfir 3v3, Snowy tengir ekki, kemur sér yfir á 5-7 en þetta svolítið erfitt núna fyrir hann. Sökk fellur á meðan, Bjarni keyrir bara, swingar hérna og þá það bara allt á drjóla, vita hvað hann nánast. Já, ómögulegt fyrir hann að taka þetta og Þór taka 8. rándið og eru mjög öryggir með sig í sitt í hliðinni. Fara þar yfir núna, við sjáum hvort að Hyper hafi eitthvað almennilegt að bjóða á terra hliðinni. Passífir til að byrja með en komast ekki upp með það á terra hlið. Nei. Ég held líka að Þór vitin og hvernig Hyper líka. Þannig að þetta ekki kannski líklegt að það sé ekkert að overcommita allt og mikið. Sjáum Smoke, 2 flös, 1 Mollas og Súk en Súk og Sart fær inn fá 2 hérna í aftan aðeinu. Rann 2. Kíró var ekki alveg að ná að tengja á hann hana. Glokkan gefur og hún tekur, það bara svolítið reynslan. Algjörlega, og þeir eru bara að hreinsa bíðina, þeir komast ekki upp með neitt, þetta alltaf Snowy núna og nánast ómögulegt. Nær tinginu, nær að klára en... Ég var að fara að fá déjà vu, mannstu þegar Snowy var alltaf... Já, það var bara nákvæmlega þarna. Það var nákvæmlega þarna, já, vá, ég var bara að gleyma því, en einmitt bara leið og segja déjà vu, það bara komið það. Ég sé þetta aður, þetta hefur gerst. Strákar, minni hvað gerir síðast. I got this. En ekki þetta skipti, Þór eru bara... Þetta var aðeins erfiðara núna, þarna voru þetta 5 á móti. Já. Það hefði verið eitthvað miracle. Þeir voru 3 síðast og var þetta ekki 1 á móti 4? Jú, ég held að það var 1 á móti... Var þetta 1 á móti 4 núna? Nei, ekki núna, nú var þetta 1 á móti 5 en síðast. Það var 1 á móti 3. Það var 1 á móti 3 bara yfir höfuði. Já. Það var að halda bombum segja það ekki. Jú, það var akkurat hann í B-minninu að reynsa BSS.
spara á þá, eða nei, afsakið, Force. Sér kom með góða mottu þarna í mars, ánæði með kallinn. Ég prófaði og fór strax af. Já, þú varst ekki ánæði með útlitið. Sko, maður var svona, ok, allt í lagi. Svo fer maður í sturtu, svo kemur út, horfir á sig aftur í spegl. Nei. maður reynir að samfara sig. Sko, ef þú rockar hann ekki með confidence, þá erfitt, sko. Já, þetta ég hef búið að reyna að fá mig í þetta núna. Ég ætla að gera mögulega eftir helgi. En ég ætla að fara alltaf hinga, sko. Ég ætla bara... Ég gerði það, sko. Ég var hot rod, sko. Já. En bara svo ekki ég, eitthvað. Skil það alveg. Það ekki með lestin á miðina. Plaster. Mósa komin í bara þreytið hérna líka. Þjóttur að hjálpa. Sök núna einn eftir og nánast ómögulegt. Flöf, þar á rólur, heldur hérna alveg til vinstri í smóknum og ekkert þarna í boði. 10 round fyrir Þór og þetta lítur bara nokkuð út fyrir þá. Þeir eru fullu spari núna á Hyper. Ætti að vera bara kessla eitthvað staðar. Ég heldur sér ekki að fara að spila þetta allt og hægt. En Þór hins vegar með, svo sem ekkert eins góðan pening og ég hélt, en samt þetta svona öryggi þarna bakvið og líka hafa roundin til að vinna með ofan á það. Stjáni með MP7-una. Kera hérna annað tekníu, Force í roundur á undan. Eru bara að mæta. Sáhaus. Læða þetta niður, já virkilega góðu bolli og hann reynsar þetta bara 4 skiptir yfir pisluna, 4 HP og ekkert vesinn. Ígó samt sem áður en tekur ekki neitt af þessu. Já, þetta það sem við vorum að tala bara áðan. Leikmaður sem getur alveg farið frekar ofalega sko. Komin 22-9 núna og nokkur ránd eftir hérna. Hann komin svo mikið? 22. Já. Og það ekki það mörg ránd búin. Nei, nefnilega. 15 ránd komin. Á fullkaup og svolítið svona kannski síðasti sjansinn fyrir Hyper síðast til að gera eitthvað í þessu mappi. Hingað til byrjar það mjög vel. Molli. Nei, 5 og það var ekki alveg Neita sem kom með Molla. Já, lítur að vera. Heldur held ég fyrsta skipti sem ég sé þennan Molla og Nate settu virka. Þetta kátt. Þetta er ógislegt. Við svo makaði 3D Max gera þetta og Bjarni tekur þetta upp. Þetta er ógeðslegt play. En það svínvirkar og bætir upp fyrir það að tveir hafi brunnið sig þarna á miðunni. Já, það búast ekki við þriðja. Nei, sko. Bara Bjarni fljótur að kapitalæsa á þetta play hjá sér. Það er líka svo vont að lenda í þessu, þú bara, við náðum 2, koma það svo. Let's go, strákar. Það kemur eitthvað svona algjör negla í andlitaðir, sko. Það komið svona síðasta svona sparkið mitt í vélinni og það tekur svolítið í burtu kraftinn, sko. En það er ennþá heimur hérna, þeir eru á móti bara 3 City-mönnum, þeir eru 2 á A-inu, það er kannski ekki það sem er búast við hjá Hyper, en þetta gefur þeim allavega stjórnin á roundinu núna, en þeir þurfa bara helst að fá opnununa og ofan að það trade eða svona miðað við hvert þeir eru að fara. Já. En já, þetta getur verið erfitt. Flassi komið inn, commitmenti kemur hérna. Gott flass. Já, hrinda allavega vappanum af. Vita hann hérna uppi, ég ætla hann að taka aðra línu. Já, það er það. Það er ekkert sem að Snór getur gert. Ef maður bara gefa þeim randið, 12 round núna fyrir Þór. Peningurinn ekki góður hjá Hyper heldur. Sjá fram á okkar galla og eitthvað svoleiðis. 5 galilsörga. Þannig að AK Light sínir svona Kiro ætlar að taka. Nei, bara full util. Engin arvor, eða hvað? Jú, hann er með. Hæ. Það ætla bara að taka AK Light. Svona skipt svolítið á milli. Þeir eru með utility á Sökk og Snowy. Þeir eru með lillari byssur á sér í staðinn og þannig að það er ennþá svona, ég segi ekki opið fyrir plan B, en þeir eru bara að dæmpa þessu, reyna aftur klemmun hérna á miðunni, en í þetta skipti labbar Þór ekki í hana. Fara síðan strax í áttina að B-inu og það er rétta leiðin. Þeir eru búin að fá 2 þar og eru allir á leiðinu núna komnir inn. 4 leikmenn, bomban reyndar ennþá eftir, en kemur nógu að snemma. Mozart er með línu hérna. Ætti að geta mögulega neita bombunni. Málurinn að koma út. Það er með smókinn. Hittir upp framan, já.
Santi kemur inn, Dr. Kiro og spurning, ætla bara Þór að reyna á þetta. Þeir eru með alveg góðan buffer hérna og pening líka, þannig að þetta þeir ætla bara að hafa gaman að þessu sýnist mér, hjóli í þetta. Nei, núna ætti seifið að koma inn. Já, það ekki. Ég meina þeir eru ekkert buffaðar á pening heldur, þannig að þeir geta freka bara að vera að spila sterkan leik þar sem eftir gefa sér fleiri sensa með þessu, en það voðalega lítill sens í þessu rondi. Sök strax fann ég að segja hönda, en LeFluff heyrir í honum og það bara ná því killi, sem bara ennþá verra fyrir Hyper. Já, því þeir eru ekkert með besta fanga í sko. Eiginlega tekur því ekki að hönda þegar þú ert í 12-4 og ert ekki með pening sko, það bara svona eiginlega gera bara næsta rándi eitt ennþá erfiðara. Það ekki? Jú, bara slepptu höndinu. Það ekki eins og það að vera að spara út af því að þeir þurftu peningin endilega á að halda. Nei, þetta núna eru það að fara aftur inn í þetta ránd með, þú veist, já, hvað, 3 rakar, og einhverja light armor og einhverja droppur, en jú, þetta er samt svo sem, já, það er fínt. Þetta er skárra. Þeir náttúrulega enda á því að vinna rándið til að byrja með. Ná að droppa 2 rakám, þannig að hinn þarf bara að fara í light. Það er út á miðjuna og það er ennþá slagur, mikill hiti, en Þór eru samt aggressíveri á miðjunni. Það fer ekki að milli mála, leita, kýra hérna inn. Það sem kemur út. Jóli bara að pönnisa þetta. Já. Þeir svolítið jandi hérna alveg upp í horninu. Algjörlega. En þá lappar hann á miðjuna og það er Mozart komið með línu. Svarar hérna, 4-4 núna. Og engin annar. Engin annar til að taka mótunum og hann er bara með infóið og smókar á ofan á það, þannig að þeir geta bara fært sig annars staðar á mappið, verið rólir þar sem þeir eru. LeFluff er í svolítið mikilvægri stöðu núna. Svo er einn, en við þennan fight. Já, það er bara bíð eða búið. Það er ekkert annað í stöðunni núna. Tími eftir, en ég held að þeir vilja frekar bara fara 3 og kommitta í þetta. Hann var bara hérna gegn. Stjáni, sér hann undan eða ekki? Nei, sér hann undan. Ok, geta náð þessu. Blaster hins vegar hættulegu maður sem er á mótiðinn hérna, en hann er ekki tengingunni. Svefn nær honum líka. Þannig að þeir eru konum með annað rándi í röðu núna. Halda þessu lífi. Ég held þeir ætla að kanna þetta núna. Eina er að Mozart er með vappan og hann vil væntanlega halda honum ef að LeFluff fellur. Kannski og sjá hvað hann getur gert eða hvort hann getur gert eitthvað. Með 3 hérna. Ætlar hann að skoða þetta samt? Hann ætlar að skoða þetta. Hann er að kanna máli. Komur svolítið djúpt hérna, reynir að fá eitthvað með sig. Sjá hvað er að geta. Bara taka í stöðuna. Taka í stöðuna? Ég meina, veist aldrei, sko. Já. Getum við eitthvað labbað í línuna, sko? En þeir ætla ekki að kíkja, hann bara heldur þessu væntanlega og hleypur í burtu kallinn. Það er rétt hjá Hyper að ekki fara að gefa neitt, en er nú samt einhvern veginn að hönda, vita hann er vappi, hann vilja framalega, en já, gleymið þið kannski að bomburradíusin er svo lítill í þessu mappi að hann kemst upp með að halda sig bara þarna. Já, akkurat. Vappin yfir í næsta ránd og kaupið, já, sleppur, en það er þetta kaup og svo spar ef að tapa því. Hyper, nú, þetta er svona dæmi svolítið seint kannski, þeir mega ekki mistiða sig einu sinni, það er vandamálið. Nei, þeir hafa þeir eru með ekki neitt til að hjálpa sér hérna akkurat núna. Þeir eru að spila fullkomin CS í 6 ránd í röð. Og það er eins erfitt og það ljómar. Það er góð lína hjá Mozart. Kiro veit hann betur. Sýnist hann ekki alltaf að kíkja í þetta. Spider senses are tingling hjá kallinu. Já, svolítið. Það er reynslan, sko. Kemur með því að spila lengi. Sér hann. Nei! Ó, Mozart, þetta er refsing. Þetta er suppulegt. Þetta mátti ekki gerast. Búin að vera óheppinn sukk. Kannski hinga til, þeir ná allavega treytinu, en treyt á móti treyti og Blaster er að hreinsa út executi sem var eftir hérna. Kiro eins og núna 2 eftir. Þetta er það sem fyndið við að horfa á Blasterinn spila, er að það er ekkert alltaf margir sem hefur bara swingað þarna út og farið bara í fætin, skilju. En hann gerir það alltaf og nær bara góðum results að því. Þetta er oft svona move sem ekkert margir eru að búast við. Einmitt. Að fara í þetta long range með Colt á móti AK og maður er svona, ok, ég er ekki með advantage, er þetta góð hugmynd, ætti ég kannski að byrja til að liðið mitt kemur, hann bara, skilur. Já, vill ekki fara, þú getur hugsað út í þetta eða þú getur bara... Eða bara gert það, bara vonaði besta. Algjörlega, og bara borgaði sig þarna.
En þannig koma þær tveir í gegnum Faró. Og vita það líka. Mosar, nær einum. Ég held að þetta sé búið, lítur allt út fyrir það, þeir eru tveir þarna og ná að taka þetta. Það er þá 13-6-7 stigin. Já, þetta fór ekki eins og þeir ætluðu sér en þeir komu hægt til leiks en það var bara of seint. Tapar líka báðum pistolum eða ekki? Jú, þeir gera það. Tapar báðum pistolum og báðum rondunum sem fylgdu þeim, þannig að það er bara 4 rond sem fara þarna niður. Þeir stíga aðeins tilbaka þarna í CT en séðan eiginlega bara byrjuðu Þór aðeins og sterkir þarna í terr. Þannig að bara þú er komin svona aftalega. Þetta er náttúrulega force að skilur eftir að þið tapa terrpistolunum þarna Hyper. Tapa rondinni í kjölfarið á því. Þau fara sinni í tech-rondu eftir það og þú ert ekki með bufferinn lengur. En ég skil alveg konceptið að hafa farið í þetta forskilur og bara vonandi að það virki. En það bara gerst ekki í þetta skipti. Missa þarna map-pickið sitt og það er þá bara ekkit annað en að fara yfir í Nuke sem er eftir og það er map-pickið hjá Þór. Já. Þeir eru aðeins búin að hita sig upp núna en eru þeir nógu heitir til að fara á móti Þór í Nuke? Hyper eru góður í Nuke líka, þannig að þetta er ekki eins og að það sé eitthvað hræðalegt mapp fyrir Hyper til að fara í. Þeir eru góður í Nuke, þannig að spurning hvort að við munum sjá eitthvað aðra sögu hérna í næsta leik. Það er allavega einleið til að komast að því og það er að fara í stutt hlé því þekkið þetta. Við komum aftur eftir þessi skilaboð hér, förum svo yfir í Nuke. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót. Og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á lagni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann gerir 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að gaga hann. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er ABLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bæ. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Völdu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Komnir aftur og við vorum að koma úr Anubis þar sem að hlutinni gengur ekki nógu vel fyrir Hyper en þeir komu seint í gang en það var of seint. Hvort þeir geti komið tilbaka núna í Nuuk kemur í ljós en við þurfum fyrst að fara þangað, Leo. Hvað fannst þér fyrsta kortið þegar við höfum kannski smá tíma til að spjalla? Já, það voru svona momentar sem Hyper voru alveg inni en þeir náðu aldrei að halda sér inni. Þú veist, náðu kannski 2-3 rándum og síðan bara eitthvað
skilur við. Bjarni var alltaf með svar einhvern veginn. Já, þetta var bara vel kólað og líka góð place, bara overall. Blast náttúrulega bara að hitta og Mozart að hitta og Stjáni var að hitta. Það voru bara allir on hjá Þór og það getur alveg verið svolítið erfitt þegar það eru svona margir bara að hitta, skilur við. Já, bara... Þór var bara á öðrum leveli í þessum leik. En reyta núna náttúrulega að fara í núk, þannig að við sjáum Hyper byrja í CT. Já. Sem þú veist, núk CT-stætið map, þannig að það alveg spurning, þeir eiga alveg gott erindi í þetta map, sko. Þú sagði það mitt að þetta væri map þar sem þeir eru ekkert feimnir við að fara í líka og við sjáum bara hvort að þeir geti gert góða hluti þarna í núkinu. En já, byrja CT, ég myndi segja að það sé þægilegra til að svona... Já, alveg klálega, að þú veist, þú byrjar í terror ofta, þetta svona annarkvort þetta var að eiga góðan leik eða hræðilegan leik. Þú veist, þetta svolítið svona, ok, við erum að byrja í terr en vonandi byrjum við vel. Það er smá pressa og byrja vel í terri núk, því það er mjög auðvelt ef það lendir 3-4-0 undir, þetta er bara svona bara þeir allt í vaskinn. Algjörlega. Getur líka backfæra út af því að ef að þú byrjar mjög illa í CT og átt núna eftir Guðanabænum terraliðina. Já, algjörlega. Þannig að núk svolítið henni map, en Hyper almennt nokkuð þétt CT-lið hefur verið í gegnum tíðina, þannig að ég svona hef vonir að þeir ættu að gera betra í þessu mappi. Dýfum okkur í það og þeir fara hérna úti mennirnir hjá Þór, ætla að byrja þarna megin og sjáum hvort að það virki fyrir þá, eru mjög öflugir hérna, en já, heyra hérna og ná ekki beint slæginum, Blastir reynir en Kíró nær honum úr fjarska, að Dróli í smá vandræðum hérna, nei, afsakið, bara fram og tilbaka, þetta er búið að vera svolítið pistolrond, en já, Insó er að sækja sér info en Bjarni veit að því bara fyrir, þeir eru konum með B-sætið og Bjarni er svolítið svona að halda svæðinu, en þá er ætlaður að fara upp. Finnst það, hann tekur á móti, hann verður að ná þessu killi, ekki að ná að tengja, koma með annar í katti í bak. Bara hérna niður. Bara aftur tilbaka, nei, þeir voru með B-sætið, sko. Það ná ekki að tengja þarna á hinn, þetta hefur verið fínasta rond fyrir Hyper annars. En er þetta að fara að vera þriðja pistolrondi sem að Hyper tapar í röð? Það er með kitt, en engin smoke, þannig að það er bara snýst hvort að Lefluff eða Stjáni ná þessu, vita hvergi. Hann veit báða núna, en gera þetta vel, blassa ekki bara út, double swing og Þór tryggir sér hérna fyrsta rondið í terr. Og svona heimur það sem við myndum missa þetta, við myndum ofugsa þetta, þeir voru svona á leiðinu upp, Stjáni fór með bombuna nánast alla leið en snúið síðan við á síðustu sekundi. Þetta var í rauninni, þetta rand lá í höndunum á honum sem var á gólfinu. Þetta var svona nærfeista og sen einhvern veginn, þú veist, Uspan getur verið eitthvað svona svikið í svona momentum. Þú veist, þið líður eins og sérst á miða á hausinn en þetta er bara ekki að tengja. Nei, veistu, mér finnst hún bara vera orðin lélegri en Glokkan bara eftir þetta varð CS2. Ég veit ekki hvað það er, sko. En, hvort það getur líka bara vel verið að playstýlinn sé eitthvað öðruvísi en svo getur líka bara verið ég. En mér finnst það svona almennt vera þema. Ég var að heita Uspan okkar, kallið minn. Uspan er geggjuð, en þegar þú ert að halda long range angulin, þegar þú ert í svona close range angulin, þá er þetta bara stóðarinn og kemur hérna í bakið, nei, byttu, það er vínur, ég er bara eitthvað að ruggla hérna. Það er ekkert í gangi. Paranoid hérna. Já, maður í bak. Það er líka of gott til að vera snabbt. Hyper eru ekki að pússa hvað þá í byrjun, þeir eru líka bara ekki með neitt spes kaup kannski endilega í það. Sök er með fína stöðu hérna, Kíró tekur fyrsta kontakt hérna og hann fellur áður en að Sökn er að gera eitthvað. Nær hans lúsunum, nær öðrum. Nei, ekki að tengja. Við gerðum bara lítið sem engan skaða líka. Hann var að svikina AK-unum eiginlega, sér hann poppa í andlita á sér, tekur byssuna upp en það er makt 10. Er Hyper að spila með Dota-byssur í dag eða hvað er þetta? Sér líka strákana ennþá hlæja smá hérna hjá Þór. Stjáni... Þetta var svo gott play líka, hann var eiginlega með þetta í Warzone. Þetta virkaði, en bara, já, einmitt, byssan kannski, já, svikja hann svolítið. Dróli núna setur bara hérna uppi og eitthvað með súsin, heyrist hann komin í fulla hlæðslu aftur. Jæja, gott skot annars á Blaster. 2-0, Þór, góðu skæði fyrir Ígor rond, bara fínasta rond fyrir Hyper þannig sé, sko. Algjörlega. Núna í rauninni, ef þeir vinna þetta og setja þeir bara Þór beint í Ígó, þannig að þetta gerði alveg klálega
No. Já, gerði sinn skada allavega. Súsin ásakið ennþá í play, ég veit ekki Maður að sjá þetta líka rosalega mikið, þetta Sús bakvið. Já. Við erum eiginlega búin að sjá þetta eða alltaf. Ég held að lýsa þessu leik. Það er bara alltaf þegar núg, þá ertu að fara að sjá einhvern annan bakvið. Ég meina, þú spáir því 200 kall og hún skilaði þér einu fríu killi. Ég meina, það er alls ekkert slett. Og líka, þetta er svona klósett, þetta er rauninu bara eins og vatn í botni. En keiraðar inn á aðeins, það er hans vísu treyt á móti, en þeir endaði að sigra þetta Þór svona nokkurn veginn. Snói kominn og Já, það er ekkert annað. Mollin kemur út hérna, sér lítið einhverja haus, það nær einum, nær að mæta. Hvað var þetta? Var hann í loft? Það var í loft, hvað var? Hann líka hlær bara. Ég er nokkuð viss, sko, það sést ekki á killfítur, ég er nokkuð viss Hann var í loftinu, jú, hann fer ekki á milli mála, hann var í loftinu. Ég var til að sjá replay af þessu, þetta var eitthvað panik núbahopp í rauninu og headshot í loftinu. Þetta er skrollhjólið, sko, Þetta var geggjað, en ég meina, solid clutch frá okkar manni. Já, eins og segir, ég meina, þetta þýðir að breytist 0 yfir í 1 og það er það sem skiptir máli, hvort að hann lifi eða ekki, það er, já, minna mikilvægt. Þeir eru kortir með léleg kaup ofan af það, en þetta skipti betra kaup en Þór og er það að skila sér hérna, Snói, Bruni og Kíró, allir konur með. Já, fjórði, Blaster með 1, nærun öðrum. Veit hann að manninum í bak? Hann veit að manninum í bak heldur, hann virtist vera að horfa á hann. 2 kill kominn, sér greinuna núna, veit hvað hann kom. Hann er stór hættulegur hérna á deglinni. Og það er líka bara nokkur rólegur. Já. Smókan út og þetta er þetta mjög góður smókur svona með við það að Sukk er að koma í baki á honum. Reynir þetta tengjunni, nær henni ekki. Ætlar hann að koma hérna ofan og það er bara akkur það sem að virkar. Snói þeir ná honum loksins á endanum. Þetta var að fara að líta svolítið hættulega út. Blaster líka brosir, veit að þeir voru svolítið hrættari. Þetta var eftir fyrstu 2 killin, þá voru þeir byrjað að panika pínu, sko. Maður sá það alveg gerast, sko. Not like this, bro. Sko, mér finnst svolítið Diglan líka, sko, því fleiri kills þú fær með Diglinni, þá verður auðveldar að hitta næsta skoti. Confidence mælirinn, sko, hann hækkar og það accuracy fyrir upp svona 20% eftir hvert kill. Já, sko. Það er eitthvað þeng með hana, sko. Þetta er líka svona skill-bissa, sko. Já, ég menna þeir voru aldrei að fara að vinna þetta rámt en hann er hann að síðustu 2 killunum eða 2 killum til að bæta upp fyrir það að þetta var hreinsun hjá Hyper en núna erum við að sjá heilbrigðara kaup hjá þeim, þeir eru að vísu ekki með mikið utility á Þór. Yfir á útisvæðið, svona lítur út fyrir að þeir allir bara að labba hérna með þess að Navi smóka eða ekki. Jú. Og meðfram þeim ætlaði að splitta inni. Lasa inn í íþrótta, svinga hérna inn, taka kontról, enginn þar. Kíró ætti að geta að kóla þetta sérstanlega mitt, halda þessari línu, veit hvað þetta flask þýðir. Nei, ég er ekki tengið hana en Mozart tekur skada hins vegar. Nú eru þeir búin að vefja sig utan A-sæti og þetta sér maður svolítið svona nýjasta meta sem er bara að svínvirka og þetta þýðir að þeir loka hjá CT-mönnunum og Sukk fellur hérna ofan á það. Blaster er eiginlega bara að sækja og leita núna og þeir munu finna mannin hérna í horninu eða ekki. Nei, hann er á A-sætinu, hvað er ég byrla? Það er bara yfir á B, spottar hann það rétt svo í lokin. Var hann tekinn bara í bakið? Var hann að horfa? Nei. Þeir eru bara búin að hlaupa og drepa. Já, bara einn. Blaster er að spóla, sko. Já. Þetta er bara ekkert eðlilega sannfærandi ránd hjá Þór. Við bara Blaster, one-man show, hleypar hann að drepa 3 og þeir hreinsa síðan restina bara. Og peningurinn alveg farinn hjá Hyper. Just like that. Já. Þarna sjáum við ennþá, já, ég meina þeir ná ekki að klára, eða ná ekki nema 2 rándum í röð og ég held við höfum aldrei séð að taka 3 ránd í röð í hinn. Ekki hingað til. Nei. Ekki hingað til. Þetta er búið að vera 2 í maxi, sko. Það er lítið data sem við höfum, en þetta er svona það sem að Þór hefur bara verið með svör við þessu. Hvort að þessi er búin að lesa þetta sem við sjáum ekki, en þeir kaupa samt niður hérna hjá Hyper, alltaf ekki alveg að fólta. Þeir að fara í Secret, já. Þetta geti skilað ykkur. Já, sérst að hérna Bjarni er nú valla að horfa á þetta. Hann er ekki eins og að pæla í þetta, sko.
ekki með þetta og hérna koma skotin, þeir eru samt svo rólegir hérna, en hann ætti ekki Já, mér finnst þeir vera rosalega passífir hérna í Secret svona miðað við stöðuna sem þau voru. Ég ná tveimur allavega. Já, koma loksins á endanum og býttu, hann klírar ekki. Ó nei, hann er ekki nóg djúpur mollin. Nei, þetta var ekki... Þetta var klúður. Já, þetta var óheppilegt. En Snowy hins vegar nær þarna hvort það hafi verið 3 í heildina út frá þessu Secret Possi. Nær 2 og svo kemur hann einmitt með mollan, heldur að hann sé að halda honum örugum, en það er bara ekki rétt. Nú það Stjáni að galdra eitthvað hérna. Já, vita hann er hérna inn á og er bara að sýna honum virðingu einmitt og ég hata þetta ekki. Bomban hún er úti, þannig að hann þarf að koma að sækja hana og þeir eru bara með gott setup hérna. Einn maður upp á garage-inu. Man sér ekki mikið að fólki spila þessa stöðu. Þú ferð yfirleitt bara til að horfa yfir Navi-smókana svona yfirleitt. Það er svona í þau fáu tilfelli það sem þetta er notað sko. Já, en hættan er náttúrulega, þú ferð þarna upp á, þú verður bara að biðja til Guðs að maðurinn kemur ekki upp á síló. Þetta er hræðilist að ef eitthvað kemur þar upp á. Þá er þetta að horfa á þá sem eru niðri og sælugæjan. En þetta er svona, þú reynir að vera mjög snöggur, bara ætla að reyna að sjá hratt og droppa niður á einum sko. En ástæðin fyrir þetta ekki spilað allt og mikið. Allavega ekki í 5v5. Nei, þetta er svona high risk svona posa sko. Ná allavega að taka hann tilbaka hérna, 3-3 er staða. Klikt í hann. Kredit! Já, hann sér hann ekki að þenni skópaður. Lappa bara inn í þetta. Já. Grjóli í auðsinu hana uppi. Þetta står bara með hnífin úti. Þetta er smá svona... Þetta var svona röða mistökum sem voru að gerast þannig á Hyper. Já, eiginlega. Bara ekki alveg nógu... Já, bara búist ekki við svona úti, en þetta... Nei, já. Þar fór þetta ránd. Ég held ég endi bara með alla 5 lifandi hjá Þór og þetta var gunnrandi á Hyper. Nei, ég meina ef að sínst þeir vera bara betri í þessum ígórandum sko. Já, nei, í alveg. Nei, þetta er, þú veist, þeir eru ekki að ná að drepa í gunnrándurum. Allavega ekki... Og líka hvernig eru teknir, skilur, Snowy lætur spotta sig hana, skópaðurinn, eiginlega bara smá óheppinn að hafa ekki glitt í hann og tekur hann kreditlínuna séringan og er bara skotinn. En síðan áhugavert að vera bara að missa úti alveg og vera síðan bara með eitthvað jútil eða hvað var með í hundarum þarna insó og gólfinu. Bara enginn að pæla í vippanum. Eitthvað nefnitt eða svona eins og væri bara... Eitthvað jiggla mögulega þarna með hnífin eða eitthvað. Við haldið kannski að maðurinn í Uts væri með líka vippan eða eitthvað en það var ekki sagan. Nei. Sjáum við hérna boost og ég meina ígórandinn hafa verið að skila sér. Þetta er forspæð núna. Keypti sér alveg niður. Við sjáum mest spiluðu stöðu í núkinu. Það er hérna upp á, Trjóli með þetta. Og skila sér, já. Meira sem andan haus, herðu, þeir eru bara betri í ígóðinu. Það er bara rétt hjá þér. Já. LeFluff og Blastir núna 1-2 eftir. Ég ætla ekki að segja að þeir geti ekki galdrað eitthvað úr þessu. Ég meina, byssurnar er ennþá ekkert svo góðar hjá strákunum. En þetta er mjög spes hvernig þetta er að spilast út. Gunnrandunum náður engum. Ígórandunum eru þeir bara sannfærandi. Já, af því að þeir eru líka svolítið saman þar. Já, algjörlega. Þéttari og LeFluff núna þarf að sitja uppi með 1v4. Ekki með línuna á rauða þegar hann kemur út hérna og vita er líka infoið og eru komin með bakið, já. Líka bara ef þeir ná allir AK-unum og eitthvað hannig, þá er þetta bara, já, akkurat, þetta er bara geggja rándum, þetta er bara geðvikt. Og að vísu, já, sko, Trjóli getur keypt vappa þarna, en eru þeir að fara að gera það? Já. Snowy er náttúrulega vapparspilari og bara nokkuð góður á honum, þannig að að gera nýta það 4 AK og 1 vappi, þetta er alvöru vörn. Það er engin ástæða fyrir að þetta eigi að líta illa út hjá Hyper. Hvort þeir vinnir þetta ekki, það er eins saga, en þetta rann, þeir eru með eins gott stöff og þeir geta verið með. Þegar smókveikin hérna úti, sýnist þetta bara að vera vendileg smókveikur. Já. Keyra niður, mollinn kemur fyrir framann, hægir á þessu. Nei! Hann extinguishar. Þetta er tímasetning. Nú í nærunum eins og þar. Þeir ætla bara að lappa hérna framjá og ykkur að taka mótið þeim. Þetta er gott play. Það er enginn komið niður. Nei, þetta er gott play í þessari stöðu. Stjáni með lobbyið og sér svona rotatið. Jú, ok, sikk. Búin að pekja þetta upp. Allavega 1 mættur.
Sáum það gera það í pistolinu, þá endur þeir á því að stökkva upp á síðustu sekundu, en það væri í rauninni verra í þessa stöðu, en mér sýnst þeir vera bara nokkuð öruggir að það er ætla að enda á B hérna, Blast er komin til að brjóta hérna gluggan, sprengir og þá ættur að fara að hlaupa út. Hann er ennþá öruggur frá Íguldur, hann þarf að huga því núna þegar það er komið með þetta, það er einum árna fættur. Tekin í crossfire hérna, 4-3, Ríti kemur inn, Dr. Kiro, þá sem við erum að horfa á. Komin út, sá hann, ég held hann hafi ekki séð hann sem var í glugganum. Nei, finnst ekki, veit hann eigi að vera hann hann er komin í bakið, Kiro býður eftir honum, nær honum, gerir vel í hana, 3-1 núna, Blaster. 1-3. Nær einum. Ó, nei, býttu nær að taka upp byssuna, ó nei! Þetta var pínu. Þetta var ekki gott hjá Snowy þarna, hann stikkar hann bomb. Nei, hann stikkar hann ekki. Blaster endar á því að sigra þetta 1v3 og ég myndi segja að það hafi allt verið út af því að Snowy einhvern veginn, hann committaði ekki í slægin, ég meina þó hann hafi tekið upp pisluna, hann var að silenta, steppar síðan, panikar, tekur upp uspuna, tekur síðan upp vappan og er drepinn áður en að nær pull-upinu. Það er svona eins og hafi aldrei verið að búast við svo hann hafi fengið infóið allt og seint að maðurinn væri í control-room. Já, ég veit það ekki, en þetta, já. Blasterinn, en ennþá að skila sína allavega. Það er hérna 1v3 klötsi bara á mjög krúsjál punkti fyrir Þóra þegar þeir hefðu bara verið beinustilega ígó. Já, eiginlega, bara akkurat og eru núna með 2 Galila samt sem aður en kaupið er verra hjá Hyper. Mér líður eins og ég sé að horfa á 2 lið hjá Hyper. Já. Þú veist, þeir koma svona geðveikt flottir inn í eitt rándið og sem næsta rándið bara röða mistökum og sem næsta rándið geggjað og næsta rándið bara röða mistökum. Það er lítið expectation kannski núna og þá kannski náður að skilja sér. Þeir eru ennþá með vappan en Mozart líka með priggið og það býttu. No way! Nei! Ok. Aðeins of bara að taka tíman og miða, sko. Þetta var... Hann byrjar að skjóta áður en að miðar á hausinn, sko. Já. 3v3 og ég meina þeir eru með lágan Blaster. Já, þetta var líflína í rándinu. Vonandi dugði þetta allavega til fyrir Hyper til að vinna þetta ránd. Ó, nei, Mozart var komin hann í stígan. Nei, óþægileg bara þetta. Heads up hjá vöppunum. Hversu, ó nei, ég get ekki hort á þetta er óþægilegt, hann er klemdur núna á milli en hann er komið með mann til að aðstofa sig. Blaster er opinn hérna. Mozart nær honum en Drjóli klára þetta, komin hérna út, vappin er komin til að svinga þetta og næra ná þessu á síðustu sekundu. Þetta var tæpt en það þurfti að vera en... Hvað gengur hér á? Þetta er... Hvað gengur hér á eiginlega? Sko, já. Já, nú, ég bara, veit ekki, þetta er... Þeir eru ennþá í svipu kaupi hérna á Þór, ég meina þeir eru ennþá ná að gera eitthvað skada en þetta skipti Hyper, ok, þeir eru með SUS, that's it, það er ekkert annað, þeir eru ekki að fara að vinna þetta round. Nema, þeir eru á pistols. Það er eina sem þeir þurfa. Búin að skýta yfir uspunnar eins og ég veit ekki hvað og... Já, Blaster opnar enn eina ferðina. Og Stjáni tekur einn í viðbót líka 3 uspur eftir. Það er ekkert nema neitt. Snowy bara komin hérna upp. Ok. Hann heldur bara áfram. Þú vitar hvað hann er eða? Nei. Snowy er ekki að skada hérna. Hann er með bjarna sko. Og hinn er að koma upp secret. Þetta er ekki einu sinni það lélegt sko. Það er svona miðað við stöðuna sem þeir eru í. Hann er ekki ennþá búin að taka damage. Þeir eru með vappa. Þeir eru með bombuna! Ó nei, Hyper er ekki að fara að vinna þetta round. Það má ekki, ef þeir vinna þetta round. Ef að Snowy er þolinmóður núna, þá er þetta... Þarf ekkert að bíka. Nei. Eina er að Kiro, hann þorir ekki að skopa til að láta vita aftur, þannig að þetta endur á því að þurfa að vera quickskop hjá honum. En þeir náðu svo endanum, hann er ekki þessu, söknar treytinu, kemur sér í vappan, nær ekki swinginu, munar litlu, en Bjarni hefði sennilega treytað þetta út. Tæpara en það þurfti að vera Snowy upp á þakinu að... Já, hann
hann var bara að gera sitt í þessu rándi, kallinn. Ég held að Faisen, hún góð close-ins, en þetta fyrst ekki sem ég sé ekki að spila hann svona long range og bara... Nei, hann var lengi hann á fyrsta, en þessi 2 sem kom hann í línuna, þetta var nánast unni rándarna. Mögulega Kíró ofugsa skópi, sko. Já. Skópa, þeir þurfa hvort þeir að lappa inn í þessa línu, það mega alveg vita þeir. Er það ekki? Jú, ég held það, hann hafi verið, ekki nema að þú ert, fattaru, svona main vappi. Main vappar geta bara quickskópað án vandræða, sko. En fyrir þá sem ég ekkert að meina þetta þetta aðeins óþægilegra. En ef þetta Kíró bara skópaði bara og coveraði vinnin. Þetta yrði þá fyrsta gunrátti sem að HyperCS vinna í þessum hálfleik ef að þeir taka þetta og hinga til lítur þetta vel út. 3 eftir hjá Þór, búin að fá 2 opnanir, Fluff og Blaster. 2 sterkir leikmenn dottnir út og þetta Stam hefði verið gott en Flussin er góð og hann hittir ekki og fer út og bombar þetta og nei, þetta er með bombu og Mósa kann ekki þetta er svo út allt sko, ég held að þeir sé að draga Þór í sinn leika hafa þetta bara chaotic Mósat með bombuna og með B-sæti hvort það vitið það ekki Mér sýnist þið vantar bara svona kort til að rata þarna inn í þessi event það er að sjá þetta svo oft hjá Þór að sem þeir taka hann á smók og sleipur alltaf einn framhjá ég sá Stjána gera þetta í seinasta leik Ég sá alveg fyrir mig sko hann hlaupa fram úr smókinum, ná hann á opnun, ok, Bjarni fellur. Hann fer bara í plantið en... Já. Svolítið erfitt fyrir hann, lítið í líf, 1-4, með vappan líka, já. 7-5 fyrir Þóri hérna. Fyrsta gunráttið sem þeir taka, fyndið að segja. Þetta er samt eiginlega, þú veist, mjög spes að þetta hafa verið 7-5, að því Hyper, einhvern veginn, þeir þróuðu svo mörgum rándum í rauninni. Já. Það voru svo mörg ránd sem að þeir, já. Ef þú horfir einmitt á neikvæða hliðina frá þessu einmitt. Já, ég er svona að pæla, þú veist, það voru, þetta, eins og ég segi áðan, þetta er svona eins og að horfa á 2 lið. Já, eiginlega. Þetta er búið að vera þannig smá Jekyll and Hyde tilfinning yfir þessu. Akkurat. En ég meina 5 ránd er alls ekki slæmt en þeir þurfa að gera mjög stórt hérna á móti Þór og... Algjörlega, núna væri bara besta í stuðuna, við byrjaði að vinna pistol, hérna eru búin að vera svolítið óheppnir í þeim rándum. Hvort þeir geti það, engi smókar, strauja bara hérna úti og eru komni með mennina niður. Mósarn er ekki tengja, Kíró tekur hann út. Hann ætti að hafa verið lifandi nógu lengi til að hafa heyrt þetta, til að kóla þetta út. Einn í lobbinu að halda því og 4 komni niður. 3 komni niður, Kíró ennþá úti. Ok, Bjarni og Fluff með sikkert. Báðir lörkararnir eru unni teknir þarna og þá er þetta á þessum 3. Þetta getur verið svolítið erfitt. Bjarni að passa hérna, sína tætnar á sig fyrst. En enginn til að taka mótið því. Þannig að þeir ættu svolítið að eiga góðan séns í þessu ríteki eða þeir fara nógu að snemma í þetta. Þeir eru með kitt eða? Þeir eru ekki. Jú, þeir eru með kitt og Fluff er búinn að opna þetta og Stjáni tengir síðan einnig þetta allt á sög. Ok, hér er Viljana. Smókana vill ekki að fara á bombuna því að þá allt í henni er þetta erfitt en Blaster veit að hann ætlar ekki að hleypa hann ánga. Hann með kitt, getur spilað smá tíma og sækir 4. pistolið röð fyrir Þór. Þetta er mjög mikil pressa núna á Hyper. Blaster er að vinna svo mörg crucial rounds. Já. Hann er búinn að vera svona pivotal punktum að þessi round sjá hann alltaf. Bara mikilvægast roundin sem eru svona skila fleiri round í kjölfari. Já. Hann er að vinna þau öll bara eila sjálfur, það segi svona, þetta var ekki sjálfur, hann var bara klötsið hérna, en ég meina það var hérna líka 1v3 hérna klötsið og síðan það hleypur 1 og dreipur 3 hérna á endriðar, þú veist, hann er að eiga góð moment hérna í Núk. Hann er MVP candidate ef við horfum líka á Anubis leikin. Alveg klálega, ég sé ekki hvernig að það væri hægt að taka það frá honum, ekki nema allt bara í vaski núna sko. Og ef við förum í 3. mapp, en það er löngleið þangað og pressan er klárlega á HyperCS núna. Því að þeir eru bara að tala um að koma þessu í 3. mappið þeir vinna þetta en það er ennþá löng leið að sigra þetta mapp. Þeir eru á erfiðri hliðinni, þeir eru ekki með gott kaup. Þór eru svona nokkuð öruggari og eru líka bara líta betur út. Stjáni búinn að pósta honum hérna upp á og þetta er eiginlega bara svolítið erfitt fyrir þá. Núna á Hyper, þeir ná ennþá besta tíma. Ég veit ekki hvort að Blaster hefur ekki spottan, eða það? Sér hann kannski skugga? Ég held ekki sko. Hann er samt að jiggla línuna sko. Já. Biður ekki hjálp en mér sýnist að vera bara svona að halda þessu til öryggi þeir reynir að halda þetta og það virkar fyrir hann Drjóli kemur þar á eftir en hann sækir bara kúluna og já, Sök núna ætlar hann að opna og reyna að ná honum en enginn til að taka móti
Fluffið með línuna, Blaster bara komin í þetta, hengir hana en klárar. Já, ég held það líka. Klárar að greininu síðan. Og 3 hérna bara. 4, Blaster frá Ace. Er Blaster á Ace? Held það. Nei, hann með 3, hann var ekki 1 kill eða 3. Fluff lokar þetta ránd og þetta fara að líta erfitt út fyrir Hyper og það bara engin peningur til. En þeir eru með pistol. Öllu líkindum erum við að sigla hérna í 10-5 nema Hyper ná að galdra eitthvað hérna í þessu rándi. Þeir eru með pistol og við vitum hversu öflugur eru á þeim. Þeir eru búin að sýna það. Að basically mikilvægastu rándin til að vinna fyrir Þór eru Ígor-rándin og það eru rándin sem Hyper sigra. Já, algjörlega. Það er bara alveg að vera rauk fyrir því. En þetta er hins vegar erfiðar hliðin. Nú fyrir þeir að þeir initiata hjá Hyper og það er munurinn á því að halda og bíða með pislum. En hvort ná að gera eitthvað úr þessu kemur í ljós. Þeir eru 4 úti, allir 5 núna og þeir ætla bara að negla þetta. Smokurinn rignir yfir, Blaster fer bara inn. Mozart opnar, Teknar hlaupa hérna úti. Dreifir hérna og já, þetta líka bara nokkuð vel. Bara hjólar hérna í 3. Blaster hlaupa bara í gegn. Já, hann er vantar ekki svo sjálfstraustið í strákinn. Ó nei, kom með 16 kills efstur fyrir sig, Mozart stutt á eftir með 15. Já. En 10 roundir þeir komni með 2 stafa tölu og þeir eiga bara stutt í að loka á þessa viðureign, ekki mikið eftir og það er eina þeirra núna, ég meina Hyper, þeir hafa ennþá þessa 2 sjensa til að tapa rándum en þeir þurfa að fara að vinna núna út af því að Þór, þeir koma með svar ef að það er eitthvað að virka hjá Hyper. Algjörlega, þeir eru búin að vera mjög fljótir að snúa við tempóinu hjá Hyper sko, leið og þeir fá fyrir smá meðvind, þá er bara að loka á það leið. Það er næstu að segja að þetta sé svolítið mikilvægasta rándi hjá Hyper ef þeir ætla að fara með þetta í 3. mapp, byrjar ekki vel, Stjáni finnur eins og í spammi og Snowy sjáum hann bara á skátunum. Ég vil líka sjá eins og reit 14. Herri, já, hann er ekki að eiga skemmtilega leik. Nei. Þeir eru eiginlega bara 4. Þetta kemur fyrir besta fólk. Ekki okkur, en þú veist neitt. Þú sagði líka bara besta fólk. Kemur fyrir bestu menn og okkur. Það er öfugt í okkur. Það er sjaldgæfara að sjá fleiri en 1 kill. You know what time it is. En hérna keyrir eitt niður. Snowy nær einum. Jafnar þetta hérna. Fluff fljótur að snúa því við aftur. Það er bara verið að hrynja hann alls þar á kortinu. Bjarni setur þetta í 3-1 núna. Allt á Dr. Jóla eins og við kallum hann. Dr. Jóla. Sá hann. Fluff tekur hann 11-5 og ekkert mikið leeway hérna eftir fyrir Hyper. Ég meiri segja sko myndi næstu í ráðleika Hyper CS bara að kaupa út af því að þú vilt ekkert gefa Þór 12 Þeir gera það sko. Er það ekki? Jú, þeir gera það. Þó að peningurinn sé bara ekki nógu góður en þá þú þarft rándinn. Nei, þeir munu 100% gera það. Þegar þú ert komin í þessa stöðu og ert að spila núk, þú getur ekki farið með zero buffer inn í rándinn sko. Þú ert bara að vona að besta. Svo eru bara betri byssur ekkert að gera mikið fyrir Hyper heldur sko. Það er eitthvað annað sem að er að vanta hjá þeim og... Nei, þetta var líka það sem ég grunaði. Þór eru búin að vera preppa nýlega, skilur við, og þetta er ekkert endilega sama lið og var hérna fyrir mánuði síðan. Nei, stemmið. Og það verður vel að bara sjá það núna. Þeir eru eiginlega bara að mæta hérna eiginlega á öðrum kaliber. Það eru líka bara endalaust að fá opnanir og hæja á þessu gríðilega fyrir Hyper. Þetta byrjar ekki vel fyrir þá aftur núna 4-5 og eru bara spammi smók, menn eru bara að leita af einhverjum auðvöldum mikið killum en það er bara ekkert að skila sér. Nei. Eins og þarna, Drjóli, ég menna hann er bara að vonast þess að einhver lappi í gegnum þennan smók en Þór ætla bara að spila langa leikinn. Eru hérna rólegir koma sér hérna þegar rampum síns mér. Sjáum líka Hyper minna núna vera að reyna að sækja, þau eru búin að brenna svolítið á því. Þór er bara búin að vera að vinna þessi innví og það var ekkert annað að gera en að huddle up sko.
Áhugavert setup, ég held ég að við ekki sitja upp á þessum kassa á. Nei, það yfirleitt tengist í að það kemur yfirleitt flassa út á undan. Nú í einn hérna Nær tveimum, ok. Stjáni Lár, veit hvar hann er. Nær honum líka. Þyrfti að vera... Þetta bara að vera ace contender? Þetta þyrfti að vera 1v5 til að hann ná við þessu rondi og ég meina hann strax komin í 1-2 núna en Fluff bara með ömulegt angul fyrir hann, sér hann á undan og getur bara haldið þessu í spreyjunni. Glott á honum, veit hvað hann var að gera. Snowy var ekki ánægður, the dream was real fyrir honum hérna. Þetta líka svo leiðilegst að þetta ekki angul sem þú klírar. Nei, þú ert líka ekki tilbúin við að maður sé svona nálægt, hann sé bara í öxlunar og undan, yfirleitt ertu. Nei, það náttúrulega ástæði yfir að fólk ekkert annað upp á, þú ert opinn alls staðar. Aftur á móti, ef ykkur kemur upp í katið, þá ertu með hann í vasanum 10 out of 10 times, sko. Já, einmitt. En þetta, eins og ég segi, þetta bara lítið út eins og síðasti leikur í Anubis þar sem að Þór eru bara... Já, aðeins skára í Anubis ekki, var ekki 12-6? Jú, þeir komið sér náttúrulega í lokin en þetta lítur bara ekki fyrir að þeir vilja ná því. Hero nær að treyta þetta aggression hérna sem við sáum en Mozart strax tilbaka. Nú menn bara að reyna eitthvað, já, galinn kill, afsakið, en gulinn kill. Galinn kill. Galinn kill. Já, tveir hérna eftir hjá Hyper. Ná þeir að halda þessu á lífi eða ekki. Fluff fljótur að loka það. Gerir það líka. Gerir það samfærandi og þannig sjáum við þessari viðureign ljúka. Þetta þýðir að KPJ eru öryggir. Þeir eru öryggir. Og Hyper því miður. Já. Dottnir út eða þurfa að fara í Dottnir út en þurfa að fara í spil upp á að halda sér þessari deild eða ekki? Jú, algjörlega. Ekki það að ég hef svo sem ekkert allt og miklar áhyggjur að þetta sé lið sem að mun ekki koma sér bara aftur upp. Nei. Hyper eru öflugt lið og sérstaklega með rétt undirbúning og þannig þá eru þeir bara að fara, held ég, leið mér orða þannig, þeir eru klárlega ekki underdogs á móti þessu liði sem kemur upp í fyrstu, sko. En vissulega alltaf leiðilegt að lenda í því að þurfa að spila upp á það. En þeir geta huggað sig við það að þeir detti ekki beint niður. Nei, einmitt. Þeir eru með lið fyrir neðan sig og það IA sem að því miður þurfa að fara í umspilu og fyrstu deild. Nei, algjörlega. Eða bara beint í fyrstu deild afsakið. Þú veist, þetta líka svo áhugaverður leikur að hafa hort á að því leiti að við sáum Þór ekkert vera að gera mikið af mistökum. Svona ekki, og ef það var þetta kannski ein mistök, fattaru. En við vorum einhvern veginn að sjá Hyper synka það í mistökunum. Að þegar mistökin komu þá voru þeir allir að gera þau á sama tíma, eða fattaru? Það var rosa spes, þessi gunround sem kom að inn, þar sem við dóa allir á hans að ná neinum. Það var einn tekinn úti og það var hinn einhvern veginn með hníf og tekinn í bakið af því hann bara ekkert að pæli hvað gerist þarna og þetta var mjög spes og sem randu eftir því geggjaðir, sem kemur næsta round, sama saga. Mistökin bara og randu eftir því geggjaðir. Þannig maður var einhvern veginn bara svona, maður leiði smá eins og maður væri bipolar, skilur við það einhvern veginn. Þegar þú segir þetta að hljóma svolítið eins og komsin hafa bara ekki verið nógu skýr, menn hafa kannski ennþá verið að panika, herru þetta var að gerast úti fyrir 5 sekúndum. Já, algjörlega, það er alveg. Og bara, nei, byrju, og þetta gerist, og þú veist, það hefur alltaf bara verið, ég nokkuð vissum að komsin hafi verið svolítið dröstuð, sko. Þetta er líka oft í svona mikilvægum leikjum. Óveiskafið. Það er sturla mikilvæg leikur fyrir Hyper. Minna fyrir Þór, skilur, vissulega gott að bara tryggja sér upp í 4 og bara geggja þeir. En fyrir Hyper þetta bara eitthvað, þetta upp á hvort við erum að fara mögulega að detta út, skilur. Og síðan þessi pressa getur alveg verið mikil, skilur. Og mér fannst svona pínu eins og þetta var að slá á það aðeins. Af því ég hef alveg spilað á móti Hyper og ég sé að spila oft áður. Ég hef ekki séð á svona shaky mistækjanlega séð. Þetta eru góðir séðspilarar, virkilega öflugir og þarna voru maður að sjá svona eiginlega rookie mistakes. Fattur þau? Og þeir kannski munu örugglega bara sjá það sjálfir þegar þeir horfa á vottið og horfa á leikinn þá munu þeir örugglega fatta hvað við vorum að tala um og kannski læra bara að því í raunni. En Þór klálega bara betri í dag. Það var bara staðan. 100%. Þór, það var ekkert þar neikvætt til að segja þá, bara ekki neitt. Nei, þeir voru bara geggjaðir, voru allir leikmenn á borðinu, voru allir að fragga, voru allir að skila sínu blast, þeir klálega að skína þarna fram úr, en ég meina hínir voru ekkert mikið quote-unquote síðri, eða fattaru, en blastur var bara klálega mest krúsjál leikmaðurinn þarna inn á. Þú veist, klötsrándin sem hann var að taka var að tryggja það að þeir myndi ekki tapa næstu 2 og hann var alltaf að halda þessu svona
þeim í hæginn eiginlega. Þú veist, þetta var allt svona, við fyrir með Ígo næst sem kemur hann, 1v3 clutch, skilur og ég vinn pistaroundi líka og þú veist, þetta voru þannig round. Fyrsta gunroundi hjá Hyper, ég hleyp bara og dreip 3 entry bara úti, skilur þú veist, þannig að hann var mjög atkvæðamikill í Nuke og var mjög atkvæðamikill í Anubis líka. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að við séum mörgulega bara báðir sammála því að hann var bara maður seríunar. Já, við þurfum, það er ekki að forma það í spurningu, við erum bara báðir sammála því og einmitt bara hann var, eins og segir, hann var held í 25 eða 6 kills eða eitthvað í Anubis. Já, ég man alltaf að hann var komin upp í 22 þegar staðan var held í 11-4, þannig að já, það meikar alveg sens að hann var komin ykkur þangað upp, sko. Og svo náttúrulega bara eins og segir, allt sem hann nefndir í núkinu, það er bara nóg til að gulltryggja það að hann hafi verið MVP kvöldsins, en... Klálega, það var bara þannig, en sem næst á dagskrá bara að koma okkur í þessi brackets, við munum þá... Slátta keppnina. Erum við búin að fá updated stigatöfluna nokkuð? Herru, við bara græjum það í kvelli þá getum við bara farið yfir í rauninni hvernig þetta mun líta út fyrir ykkur. En þá bara þangað til, þá bara höldum við áfram að tala um hvað Þórir geggjaðir. Nei, þá bara næsti á dagskrá Dusty og Vega komnir inn í úrslitin. Þór lendir þá öðru hvorum megin við þá, Sús líka og sjáum þá KB og Sögu inn í þessum slag líka. Það er einmitt það sem ég er forvitin að vita, þú veist, hvað þetta lendir einmitt, við sjáum hérna núna uppfærsluna á... Við getum bara reiknað þetta í rauninni þannig að þú mynd líklega sjá þá... Er þetta þá Dusty á móti Sús og svo framvegis eða er þetta... Já, nei, afsakið, er þetta Sús á móti KPJ og Þór á móti Sögu eða rektast þetta... Ég held að þetta var 1-3-6 og 2-4-5 ef ég maður rétt. Ég held að þetta sé þannig. Ég held að þetta eigi að vera Vega, Þór, KPJ og Dusty, Sús, Saga. Við erum ekki konni með úrslatakeppnis bracketið þannig. Það er svolítið snötta held ég. Já, ég ætti að vera að fara með rétt máli en ef ég er að fylgja sítunum. Gefum við þetta svona 80% accuracy með það sem ég er að segja, þá erum við líklegast að fara að sjá fram á að Dusty að fer vissulega eftir hver með innbyrðis á milli Þór og Sús, hver í rauninni er að enda þarna í... Já, einmitt, við vitum það ekki ennþá, en eitt sem við vitum, það er að Dusty og Vega, þeir eru... Horfum við ekki á Þór á móti Sús? Þór er held ég með innbyrðis á... Ekki bara enda þetta hér? Nei. Já, þú veist, eins og ég segja, þetta búið að vera rosa mikið að leikjum á þessi tímabili, en í það minnsta þá ert að fara að sjá fram á, þú veist, líklegast 1-3-6, 2-4-5 saman í bracketunum. Það hljómar eins og þetta skiptir sér þannig, sko. En Dusty og Vega væntanlega í úrslatakeppni, semis, en þannig að við þurfum ekki að tala um þá. Þetta er sem sagt Sús, Þór, KPJ og Saga sem er að fara að vera í quarters. Og þetta er allt lið sem geta unni hvort annað á góðum degi. Ég ætla einmitt að spurja því, hvernig þú sæir þetta fyrir það sem að þú þarft ekki að spá í, það getur verið non-biased, þar sem þú þarft ekki að keppa á. Ef ég er að fara að vera non-biased og myndi styrkleika raða þessu, hver eru favorites þarna inn, ég myndi setja Þór á toppinn í dag myndi ég setja, hefur spurt mig fyrir mánuði síðan þá hefði ég ekki gert það, en ég myndi örgulega setja Þór líklegastir svona öflugastir inn og sem svona toss up á milli Sögu og Sús. Sögu og Sús? Já, Saga á góðum degi held ég tekur, þú veist, ég held að þetta sé svona 60-40 line-upin þeirra á milli, síðan Sús og KPJ. Eru Saga með svona annan gýr þegar þeir eru í úrslatakeppni? Þegar þeir eru þá eru þeir öflugir og líka þetta eru alls leikmenn svona með góða reynslu í svona high pressure leikjum, þetta eru úrslatakeppni en ég er að gefa þeim örlítið edge bara út af reynslunni, skilur. Þetta er ekkert eitthvað vettfangur sem þeir hafa ekki spilað á áður. Allir þessi leikmenn hafa verið í semis og finals og þú veist, Sús eru svolítið nýjir á því. Riðlaleikir eru ekki alveg það sama og hugsa bara ég er að fara dett út á eftir, skilur. Þannig að ef ég var að edge-setta þannig þá myndi ég setja, þú veist, Þór, Saga, Sús, KPJ. Þór, Saga, Sús, KPJ. Og það er aðalega bara átt að KPJ eru búin að vera shaky, en ég myndi ég setja Sús neðst. En KPJ eru bara búin að vera svolítið shaky, en mig grunar að vissulega þeir gerir bara alla undirbúningsgrunni sem þeir þurfa, því núna eru þeir í útslættinum og það ég held að flest lið sé að fara bara preppa sig mjög vel fyrir þessa leiki, þannig að það er alveg spurning að
þessi ranking sem ég að gefa eiginlega bara svolítið miðað við núverandi form. Já, þetta líka bara, við erum bara gísk út í loftið þannig. Eiginlega, síðan þetta ofta bara innbyrðis líka getur þetta verið mjög flókið, þú veist, hvernig þessi playstyle að matcha gett hver öðrum og svoleiðis. Og hvort við erum að fara með rétt mál, hvaða lið verða á móti hvort öðru, þetta skiptir líka miklu máli. En ég tek undir það Saga, ég meina maður sá þá, þeir voru í öðru sæti á Skjálfta í fyrra, þannig að maður veit að þeir eru allavega með gír til að spila á móti bestu liðunum, sko. En já, SUS, þetta mest að geggja. Þeir eru mesta wildcardið í þessu móti, því þetta er rosalega svona, þegar þeir eru að hitta og eru on, þá eru þeir on. Og eru með virkilega öfluga leikmenn með Blikk og Rex og fleiri. Þannig að þetta er ekkit svona, þetta er alveg gott lið. Þannig að, eins og maður segir, þeir eru svona, þetta er svolítið bara svona toss-up eiginlega. Þú veist, að mér líður eins og, það er ekkit lið eitthvað guaranteed þarna fram hjá hinu liðinu, eða þú veist hvað við. Er eitthvað lið sem að þú værir ekki til í að mæta? Af þessum? Ég sjálfur. Já, er eitthvað lið sem að er svona erfitt að spila á móti? Það sem ég myndi minnst kannski vilja mæta væri Þór. Þór? Já. Það er út af því að þeir eru ekki með... Þeir eru bara meira preppaðir. Já, snirtilegir. Já, snirtilegir og gera ekki mikið af mistökum og eru svona og koma vel undirbúni núna. Það sem eru með mikið af utilum, executum og allt þannig. Og þú veist vissulega því oftar sem þú spilar á móti þessum teikum því betur veistu hvað þú voru positionaður og þannig skilur. Þannig að ef við vorum búin að spila mótið þeim áður eins og ég er búin að spila mótið þeim núna daginn og það væri alltaf öðruvísi að fá að spila mótið þeim í dag því svona í ákveðnum öppum veit ég nokkuð hvað þeir eru að fara að gera og hvernig þeir vilja gera hlutina. En af þeim fjórum var það klálega Þór. Þú ert að sjá meira svona winging spilastíl hjá hinu liðunum. Einmitt. Og sem mér finnst bara þægilega að spila móti. Já, ég skil það. Svona verandi snirtilega lið allavega. Já, það er bara leiðilegt þegar lið eru allt og góð, eitthvað teamwork og eitthvað. Bú. Freka bara góð full blaster, sko. En þannig endar allavega með MVP og þannig ætlum við að enda þetta í kvöld. Við förum í úrslitakeppnina í næstu viku. Er það þá á þriðjudaginn, það rétt hjá mér? Eða erum við bara beint á fimmtudegi? Þú þekki ég þetta ekki. Hvaða mánudagur í dag? Það er á þriðjudaginn, fekk það er að það er á þriðjudaginn. En við ætlum að kveðja ykkur hér í kvöld, þar hafa við það næstu 6 lið sem að fara í úrslitakeppnina. Við kveðjum Hyper og IA til að enda þetta, en þessi lið mæta ykkur í næstu viku. Við verðum tilbúin að sýna frá þeim leik hress og kát og vonum til að sjá eitthvað sterkara á borði. Takk fyrir okkur kærlega í kvöld og sjáumst þá.